Wow. Já, fyrir partí. Þetta byrja með kvelli. Þetta byrja með kvelli, Byrjum með hvelli. heldur betur. Við byrjum á Selíu Krús í dag. Af hverju gerum við það? Það er að því að hún er frá Kúbu og í gær, 15. 13. þá hefði Fidel Castro orðið 100 ára. Sá miklu meistari, eða hvað? 15. 13. 1920, já, 6. Já. Segir okkur Það fréttir. er bara þannig. Ég ætla að byrja ég skal viðurkenna það, ég ætla að byrja aðeins hægar en þú veist, hér eru við komin. Já, nei, bara mjög viðeigandi. Ég hef komið til Kúbu Já, Já, vá. og já, það var mjög eftirminnilegt fyrir margar sakir. Það er merkilegt að upplifa það að við vorum á svona sömulegu strönd og svo fórum við líka inn til Havana. Það var 60 afmælisferð móður minnar og það skrýttu upplifa það til þess að klárist vörur. Þú veist, það var svo ofta eitthvað ekki til í morgumatnum. Já. Það var bara, þetta er ekki til í dag, þetta er ekki til í dag. þetta kostum sósíalisman. Akkurat. Og svo man ég mjög vel eftir því við fórum inn í borgina og svona fyrsta sem ég man eftir við borgina er að það eru eiginlega engin bílar þar. Og náttúrulega allir bílarnir sem eru til þarna eru bara einhver svona 50s ameríski kakkar og þú sérð bara að þetta er bara eins og að vera eftir einhverju sprengingu, það er bara engin bílar. Og við fyrir að spyrja, og við erum bara miðri höfuborginu og við fyrir að spyrja gætin okkar, byrju, akkur er engin bílar hérna? Hvað eru allir bílarnir? Og hann segir, hvað meinarðu, engin bílar? Þarna er bíll, þarna er einn bíll. Bara nóga bílum. Já, nóga bílum, hvað meinarðu? Það er reyndar að það er ákveðin gæði að vera ekki bíla, sko. Ég fór á Gríklandi í sumar, fór til Hýdru, sem er ein af grísku eyjunum, og þar bara hafa aldrei verið bílar, aldrei bílaumferð. Það er alveg byggð þarna, það er alveg nokkur þúsund manns sem búa þarna, bara það er engin gata, engin bíl. Og mér fannst það alveg lúmst, sko. Og þeir voru nú reyndar að segja það fyrir þáttina að ég væri að verða eins og Gísli Marteinn, sko. Þú heldur bara áfram. Ég held að ég Ég var ekki að bjóða Gísli skárra. Marteinn í þáttin en velkomin Snorri Másson og Dilja Mist Einarsdóttir, hlustendur upplýsingar. Gaman að sjá. Já, hvað bara að byrja þessu. Við léttum ég var nú eðlilega ekki mikill aðdáandi Fidel Castro en svona þegar menn verða 100 ára. Já. Hefðu orðið 100 ára. Þá slíðra menn sverðið og fara að tala vel um fallin leiðtoga. Einhvern tíma þarf maður að gera það. Stemminguna, Nákvæmlega. eitthvað. Já. Hann reyndar kaldan er svo að hann lést á sko í nóvember 2016 ef maður rétt, ég man ekki nákvæmlega dagstunguna en hann lést á Black Friday. Já. Það var ákveðin kaldin því að sósíalistafóringin dægi á þessum, leti lífið á þessum degi kapitalismans. Fekk kannski ekki alveg næga athygli, en voru upptænir að vesla. Já, þannig að en velkomin, gaman að fá okkur þátt. Takk Takk fyrir það. Hér Gott að svona, er sumarið búið eða hvernig er það með þetta? Nei, sumar er ekki búið því að það er spáð sól á morgun. Miður ágúst. Já. Nei, sko, september er hlýr en mæ. Við verðum að hafa það alltaf uppfast í þessu. Er það staðreynd? Já, þetta er staðreynd. Okay. Og það þýðir að september getur bara verið mjög blíður, sko, og í raun og veru eru haustin á Íslandi miklu blíðari en við áttum okkur á. Það er aðalega svona eftir áramót, svona nóvember, desember sem þetta verður virkilega hrikalegt, sko. September og október eru oft yndislegi mánuðir fyrir okkur sem erum í bílausum lífstíl. Ég býr bara eftir að fara að tala um hamfaralínu, sko. Þannig að sumarið er að renna sitt skeið á enda og þetta hefur náttúrulega, vægast sagt, ég veit ekki hvað maður ætti að segja kannski umræðuna eins og hún var í júlí yfir svona mesta sumarið, þá kannski var hún róleg í vissum skilningi, menn létu bara kannski tölvurnar að skrifast á, bara, þú veist, setja eitthvað aðeins inn í gervigreind og svo svara hinni sem er gervigreind, þú veist, þarna tóku bara bakvaktina því, en síðan svona finnst mér núna kannski öllu meiri alvara hlaupin í umræðuna núna og maður finnur að fólk er virkilega farið að setja svona einbeitinguna á þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég finn alveg skýran mun núna að það komin svona mikill hvernig maður getur sagt, þú veist, ekki örvænting eða neitt slíkt, þetta grípur slíkt sig, sko, en einhver svona útbreidd tilfinning á meðal þjóðarinnar og þeirra sem ég tala við að það sé einhver tölvöld alvara í húfi hérna. Það er svona, fólk finnur að það er eitthvað svona úrslita atriði núna. Maður svona sá fyrir sér að það myndi gerast svona eftir verslunarmanni. Já, og það hefur gengið eftir að mínum mati, sko, og maður finnur það sannarlega núna. Við kannski ræðum eitthvað aðeins ESB hér eftir. Já. Mér finnst þú reyndar svolítið að eins og sumarið hafi ekki komið út af þessari ESB-umræðu og það endar nú þannig að við hoppum með börnin til Ítalíu og fleiri landsmenn og þar varð ég fyrir hughrifum frá stjórnarliðum og gerði nokkur svona myndbönd og það sem ég fór yfir
svona hagtölu frá Ítalíu og ég var svo bara, mér fannst svo hvetjandi þessi myndbönd frá Pavel og fleirum sem verið að velja út, handvelja svona upplýsingar. Já, þú verður orðið hvetjandi. Já, hvati myndi góðra verka og börnum mín grínast með það, ég hef farið með til Ítalíu til að drulla yfir Ítalíu í myndböndum. Þannig að ég á aðeins eftir að slaka á held ég eftir þess að... Þau völdu svona lífstíl, þau erum með þing konur sem móður. Já, þú geta sjálf sem við kenna. Þetta völdu og þetta skulle þau hafa. Sko, já, kampæðinni í dag, það sem eftir að því, Leclerc Briand, árganga mín frá 2019, sem að styrmir í kampænsfélaginu senda okkur hérna, vitandi að þið verða að koma. Hvað gerist 2019, Snorri? Margt og mikið. Ekkert sem að kemur upp í hugan? Ég man bara eftir góðu sumri sem starfsmaður á Morgunblaðinu, 2019. Já. Það var auðvitað loknað undir storminum, það var auðvitað, áður heldur en við kendum öll á COVID heimsfaraldurinn, sko. Já. Ég tengi það einhvern veginn held ég sterkast við það. Já. Við vissum ekki hvað við höfum það gott, sko. Svo þetta svo fljótt að líða, sko. Þannig að COVID kemur 2020 og það er 6 ár síðan, sko. Já. 2019 byrjað þú líka hlaðvarp. Já, var það málið? Með bróðinu. Já, 2019, skoðanabræður. Já, ég átti örugglega hápunkt árið 2019 í þessu skilningi. Er það búið að vera niður á við síðan þá? Það myndir örugglega margir segja það, sko. Það myndir örugglega margir segja það, en ég átti örugglega hápunkt þá og það var mjög gaman að vera blaðamaður, bara skrifa fréttir. Ég svo hræddur að þetta sé að deyja svolítið út núna. Já. Bara þessi klassíska blaðamennska að vera svona, ég er mjög fegin að hafa einhvern veginn náði skottið á því, ef þetta er alveg út, sko. Sagt hann þess að vera í fjölmiðlum, eða? Ég örgulega spurt þess áður þegar varst þetta. Stundum væri óskandi að geta allan að þóst vera þessi hlutlausi áhorfandi sem að fjölmiðlumenn eru, sko. Ef þú ert alltaf í meiri hringiðunni, þá verður að taka afstöðu og þá þarf það að reikna allan heiminn út, sko. En þegar þú ert fjölmiðlumæður, þá ertu bara að fylgjast með og spyrja, sko. Þannig séð. Þú getur alltaf skýlt á bakvið það og svo þegar þú vilt blanda þér í málunum, virkilega hafa skoðun, þá getur þú gert það, sko. En hitt er bara, þú verður bara að hafa skoðun á öllu mögulegu. Það er alveg búið hjá þér, sko. Þú ert aldrei að fara... Nei, að vera hlutlaus fjölmiðlamaður. Já, menn hafa nú alveg stokkið aftur yfir grindverki, sko, en nei, ég er mjög ánægður það sem ég er í dag. Það var ástæða fyrir að ég fór í það, sko. Við erum líka sessunautur á þinginu, sko. Heyrðu, en er það ekki búið núna? Þannig að, jú, það er búið núna. Er dreigið ný númer upphæði hvers þings, eða? Já, og við erum eina þingið í heiminum sem að dregur bara algjörlega tilviljunarkennt sæti á þinginu. En það kostur það galli? Mér stafur kostur. Ég er lúmskur andstæðingur þessa kerfis. Ok, wow, hann setur við það mjög. Eftir að hann setur við eftir þennan vetur, þú veist, ég var alltaf mikill stuðningsmaður þessa, sko, en ég sé þetta eins í öðru ljósi. Nei, ég myndi nú aldrei raunverulega vilja knýja á breytingar, en ég væri samt opinn fyrir einhverju samtali það í einhverju skilningi, vegna þess að það er alveg ástæða fyrir því að fólk setur í öðrum þingum með félögum sínum. Það er ýmsar svona praktískar ástæða fyrir því. En þetta er krúttleg hefð og ég held að við höfum tekið upp íslenska þingið frá hvort það hefur verið bandaríska þinginu á sínum tíma, en svo bara árið síðar hafi þeir breytt og við ekki fengið minnisblaðið og verið eftir í þessu. Þetta er allan einhver gróf skýring á því sem átt sér stað þarna og þetta veldur því auðvitað, maður setur með fólki, sko, en maður er samt alveg, þú veist, ef að ég og Diljá, ef við gætum bara ekki tala saman, skilurum, af einnig annar ástæði, þá er þetta kannski ekkert eitthvað svona alveg jafn mikið návi og fólk kannski ímynda sér, ef þú veist hvað þú kemst alveg í gegnum að sitja þarna bara og vera ekkert eitthvað endilega mjög mikið að blanda ekki, en við tölum alveg mikið saman. Þið myndur ekki viðurkenna það, sko, en hafið þið einhvern veginn lent bara með leiðilegum sessunut, eða bara svona sem að... Sko, ég hef nú verið á það fáum þingum að ef ég myndi svara þessu játandi, þá væri það mjög fljótt að reikna út við hvernig ég ætti. En ég meina, ég set við hliðin á þarna þeirri mannesku líklega á þingi sem ég svona minnsta samleið með í pólitík sem er Ása Berglind. Og okkur sem nú ágætlega og ég er nú ofta að reyna aðeins að slá létta strengi við hana og hún er oft bara ágætlega kátt við mig, sko, en hún er ekkert eitthvað ótrúlega mikill aðdáðandi minna pólitíkur né er ég aðdáðandi hennar pólitíkur eins og sem heldur, sko, en ég vil alltaf trúa því að nú er maður ótrúlega fljótur klísur að við eigum eitthvað mikið sameiginlegt og margt sem sameinar okkur, ekki sundrar, en Þið erum að reyna að gera þjóðinni ég segi alltaf þingið það er margt sem sundrar okkur, punktur. Snorri, sko, er ekki búin að... Það er fleira sem sundrar okkur en saman okkur, hann er ekki búin að segja frá því, en hann næri okkur, sko, með því að hann er oft með svona siglusmynd á sér og er svona að gefa sessunöndunum og það er mjög vinsælt. Þannig að ég held að það sé það sem heldur lífinu í þessari vináttu. Já, þessari vináttu ykkar Ása Berglind. Þetta eru Benjamin Franklin áhrifin, sko, ef að þú biður, sko, ef þú átt óvin, þá átt að biðja hann greiða. Af því að það er bara einhver sálræn áhrif sem að það hefur á fólk ef það neyðist til þess að gera hann greiða, bara biðja hann penna eða eitthvað, sko. Þá líkar þeim sjálfkrafa aðeins betur við, fyrst þau eru búin að fjárfesta í því að gera þér þó hann greiða, þannig að
kannski Ása Berglind sé eitthvað að hugsa þetta, fæ eitt mynd hjá þér, já. Kannski líður næst betur með mig, vonandi. Hún vinkona mín, í grunninn. Nei, flesti líka sem að veljast á hana vettvang er bara opið og opnir og skemmtilegir. Sko, Ég hef allar minnst ekki nefnt í neinu slemu. Þetta hefur alltaf breyst aðeins eftir að, maður heyrði, þegar maður var að tala um þingmenn, sko, sérstaklega eftir hrun, þegar hreyfingin eða borgarhreyfingin kemur inn, sem verður síðan Pírata setja meir, að þá var miklu meiri svona gjá á milli þingmanna kannski bara í kaffisalum og möturundur og allt þetta, þú veist. Áður fyrir voru þingmenn auðvitað í sikur flokka og menn tókust harkalega á en þingsal, svo fór menn bara fram og fengur sér í nefið eða hvernig sem það var, sko. Þetta breytist aðeins eftir hrun. En þetta ekki breytist aftur tilbaka núna? Ekki meiri samgangur á milli ólíkra þingflokka og þingmanna? Já, sko, nú hef ég samanburð á milli... Þó að sé Martin Sundri. Já, sko, ég hef samanburð á milli tveggja þinga og þegar ég byrjaði, ég hef nú oft sagt þetta sögu, þegar ég byrjaði þingi 21, að þá fannst mér að þetta kom mér skemmtilegast óvart, að ég hefði einmitt hér þetta, að það hefði orðið svona gjá á milli þingmanna og milli flokka, flokkadrættir og mér fannst svo skemmtilegt að finna að það var ekki. Mér fannst ég eignar svo góð vinn og félaga og einmitt í gegnum þetta sætakerfi það hafa nú myndast sko mataklúpar og mikil vinátta. En svo fannst mér mikil breyting aftur 24. Það var bara allt í einu komin svona einhver svona harka og eitthvað svona vandræðilegheit og flokkadrættir sko. Það er aðeins að hverjum er það að kenna? Ég ætla að segja að það sé því að kenna að það hafi komið mjög margir nýr inn og svo hafi komið margir bæði embættismenn og sveitarstjórnarmenn. Og að því ég hef nú verið varaborgarfulltrúi, þá veit ég að það er rosalega miklu meiri svona stífni, sérstaklega í vinnunni, sko. Það er Grímur, Víðir og Alma, þetta fólk. Nefndu bara nöfnum. Þetta er hundlegilegt fólk. Name and shame. Já, sko, ég held að almenningu kunni því ekki alltaf vel þegar þingmenn eru svona mikið að tala hvað er mikil sátt í raun á meðal þingmanna í þingsal. Fólk vill að þetta sé svo deila sem þetta kemur fyrir sjónir að þetta sé. Já, ég hef allan heyrt þetta, sko, fólk fíla ekkert endilega að þetta sé allt eitthvað svona voða buddy eins og svolítið eitthvað svona á einhvern hátt, þú veist þá, samkvæmsleikur þegar menn eru farnir í pontuna. En ég myndi aldrei lýsa þessu sem samkvæmsleiki, heldur miklu frekar bara, þú veist, tveimur stillingum sem þú átt sem manneskja, annars ertu bara geðþekkur einstaklingur í umgengni við annað fólk, skilur, annars er lífið bara óbærilegt fyrir þig og alla í kringu þig í daglegri umgengni. En síðan ertu náttúrulega bara í pólitík og verður að standa fast á þínu, sko. En þetta er samt líka í þinginu... Það er hart skotið á Þórsnæði hérna. Já, sko, ég og Þórsnæði eru fínir vinir, sko, og ég er líka vinur og félagi mjög margra, sem var mjög margir sem ég þekki á hægri væng, myndu aldrei meika einhvern veginn eiga í neinu vinnfengi við, bara út af einhverju. Og ég bara svona frá fornu fari hef náttúrulega verið skrítið pólitísk kvikindi og farið ýmsar lykkjur, þá hef ég ég hef aldrei almennilega sko, verið sko, svona, það er fullt af fólki sem er á svartalistanum sko, í huganum minn, það er alls ekki það, ekki miskilja mig sko. Ekki það, en sko, það sem hefur komið manni kannski óvart ef maður ætti að fara við það í þinginu með þetta er að þetta er bara fyrir eftir hvenær þú spyrir þessara spurninga. Þetta er allt mjög tímabila skipt. Þú veist, ein vikan er bara svona, eina vikuna eru þessir þetta vinir, næstu vikuna eru þeir ekki lengur vinir og eina vikuna ertu alveg mjög svona í góðum samskiptum við einhvern og svo næstu kannski breytist það eins. Þannig að þetta er svona, ef þú horfir yfir þingið allt, sko, þú veist að þá er fólk að spá í spilin innan ríkisstjórnar, hvenær ríki sátt á milli þessara og þessara þetta mál og svo er bara eitthvað annað mál á dagskrá. Þannig að þetta er náttúrulega það er kannski, ef eitthvað sem fólk kannski átt sig ekki á utanfrá að mínum mati, er að þetta er sko ekki kannski alltaf alveg út hugsað málefnalegt starf í einhverjum skilningi. Þetta er bara mjög persónulegt, þetta er ekkert alltaf málefnalegt, þetta bara byggir á einhverjum tengslum milli fólks og hvað fólk fær fram í persónulegum samtölum og einhverjum svoleiðis. Þetta er ekkert alltaf eitthvað, bara vegna þess að þetta er skýr stefna ríkisstjórnar en þá stendur til að gera þetta. Maður myndi alveg auðvitað óska sér að þetta væri það, en þetta er í raun og veru ekki alltaf við viti hvert að fara, sko. Þetta er svona, það er miklu meira rugl á bakvið allt en fólk átt að segja á auðvitað frá, sko. Og þetta er bara svona persónuleg áhrif, það skiptir máli skiptir miklu máli hver það er sem stýrir nefndunum og hvernig er gera það. Ég meina, ég ætla að segja að þú veist að ég var nú formaður utanríkismálanefndar á róstasömmum tíma meðal annars þegar stríð braust út enn og aftur fyrir botni Miðjarðarhafs og okkur tókst þá í minni nefnd að koma okkur saman þverpólitíska nefnd þar sem voru 8 flokkar, þar með talið Miðflokkur og Píratar og sameiginlegri stefnu Alþingis í þessu máli eða yfirlýsingu. Þannig að þetta er lungni, þetta er svona mannesku vinna. Ég veit ekki hvað gott íslenskt heiti yfir það en svona, já. Þetta er svona, þú þarft að hafa ákveðna natni. Já, fólk er að erfiðast heimi, sko.
Það sem að þó saman okkur kannski góði matur. Til dæmis þessi matur hérna frá kjötkaparínu. Lítið mjög vel út. Og ég var að segja við Dilja hérna fyrir þáttina, það má fá sér í útsendingu. Eru menn almennt mikið að leggja í það? Ég vil vera Stefán að ráða, Einar sko. gerir það það. Hann er ekkert feiminn. Brynjar Níelsson er ófeiminn við það, Já. þú veist. Og hérna, Þetta eru menn sem gæta virðingu sinni með sínum hætti. já, þú veist, og ég er ekki að dæma Já. og ég kann að meta það bara þegar, þú veist, það að menn fá sér að borða hérna, því að menn líði vel hérna. Já. Þú veist, og það er gott. Ég er reyndar, mér dættur ein manneskja sem að myndi taka til matar síns ef hún væri hérna og það er Þorgjörg Katrín. Ég veit ekki hvort þetta tekja eftir. Hún Ég er er ekki sem að þóra að mæta þetta, sko. ólíklega sko. En hún er matmannskja og þegar hún hefur til dæmis verið í kryddsildinni þá er maður tekið eftir, hún tekur hraustlega til matar síns og ég er alltaf svo alveg með það. Já. Já. Þannig að bara gjörðu þið svo vel og Já, svo takk. bara hérna auðvitað veit ekki frá kalda sem ætla líka að vera með okkur hérna á alls konar viðburðum framöndan. Já. Þessir, að því við erum að skipuleggja viðburði. Við erum líka hérna viðburðar félag eða hvað vil ég kalla það, viðburðahópur. Við ætlum að henda því Björgvöld á Selfossi næsta föstudag til viku. Björgvöld þjóðmála. Geggjað. Þjóðmála. Á sviðinu á Selfossi, föstudaginn klukkan 9. Svo verður ennþá stærri viðburður, þjóðfundur þjóðmála í Vá. Háskólabíói 28. ágúst. Daginn fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Já. Þetta er risa stórt. Já, þetta er bara, það er rétt eða þetta er risastórt. Og þetta eru viðburð sem við ætlum að skipuleggja framöndan. Ég útiloka ekki að við hendum kannski eitt bjórkvöld einhvers staðar í middiltíðinni. Þjóðfundurinn, er þetta í samstarfi við Já til að sjá? Finnst það líklegt? Að það er, en gestir þjóðmálastofunar, þeir eru búnir að fá sendan link á forsölu á þennan viðburð. Þannig að það borgar sig að vera í þjóðmálastofunni. Síðan hefst almenn sala bara í dag. Þannig að Gott og myndi máti, ég er í þjóðmálastofunni auðvitað, Já, já. En þessi póstur hefur eitthvað farið fram með mér, þannig ég þarf að það var bara Tryggja mig með það. Já, Skunda á þjóðfund. Þetta fallega þjóðfundamerki á svona barmerki frá 1944. Talandum vina þér á Alþingi, Sigurður Helgi Pálmarsson, hann gaf mér þetta barmerki, já, safnarinn sjálfur. já. Gengur með það? Og það Ég kemur var þetta að bara á 17. júní, Já, já, á við þarnar dögum. já. Ég vil ekki vera að sko láta fólk fá meiri ofskamt af íslenska fánanum en er nú þegar. Ég er svona, þú veist, ég hef alltaf verið mikill talsmaður íslenska fánans. Ég var með hann auðvitað í settunni hjá mér, í þættinum hjá mér frá 2023 og þá var Ritstjóranum? já, og þá man ég að það var svona smá skrítið eða ekki skrítið, en svona það var ekki mikið einhvern veginn verið að, ég veit ekki, þá var íslenski fáninn svona einskorðaðist mjög við bara svona einhvern veginn þá umgjörð sem fánalögin mörkuðunum. Hann var bara dregin upp í ákveðna aðstæður en fólk var alls ekki svona mikið að flexa íslenska fánunum. 2023, þá var ég með og þá svona fekk ég svona aðtöðsendur eitthvað, er þetta ekki svolítið svona eitthvað þjóðremba að vera með þetta og hvað gott og vel, jú, bara það, ég er stoltur þjóðrembu maður, verður vissulega, en svona síðan hefur þetta þróast og íslenski fáninn hefur, því hann alltaf tekið eftir, hann er allstar og sérstaklega eftir að fánalögun var breytt Já, sem ég stutti já. inn á sínum tíma, og ég lendi til dæmis í Keflavík og var að keyra þar, þú veist, og Villi er bara gjörsamlega búin að setja þetta út allt, sko, það eru bara Hann er bara búin að leggja tónin. Já, en þú veist, það eru bara 8 íslenski Hvetur fólk fánar til sama flagga. hvað það ert og ég fór næstu að hugsa bara eitthvað, ok, vá, ætti ég að fara að biðja fólk samt að gæta einhverjar stillingar í að vera ekki bara með þetta allstað, sko. En ef við ekki hvetja fólk til að flagga allan fram til 2009. Jú, ég Sem veit, við getum. jú. Og Já, og þú lítur að mæta með næluna að kjósa. Ég Jú, er já. áhuga mannskjum það, sko, hvort maður getur ekki örgulega skreitt sem með íslenska fánunum. Já, það má allan að vera með regnboga og transfána en í þessum skólum, þannig að það er ekki áróður, Já, íslenski já. fánu þá ekki heldur áróður. einmitt. Það verður forveitilegt að sjá það. Ég er ekki með fánastöng heima, ég á eftir að koma mér upp svoleiðis, en kona mín setti íslenska fána bara svona svalirnar, á svona stöng. Bara, Já. þú veist. Já, ok. En það má auðvitað, Það er sko, svona bara blakkt á núna sumar. má þetta vera alla sólarhringin yfir sumarið en ekki já. eftir sumarið, Já. held ég. Þannig að Tekur hann af svölunum hann í tækatíð. já, þegar þjóðin verður búin að kjósa nei þarna, 2009. Þá Já. gerir ég það. Og svona hef hann bara með reglum Spari. mæti. En ég hvet fólk til að fara inn á Tix og finna sér miða á þjóðfund þjóðmála, minni auðvitað eins og ég var að nefna á þjóðmálastofuna, þar sem er líka netverslun. Ef þið farið inn á þjóðmál.is, kikið þar í netverslun þjóðmála, þar eru konar gólfur, eru þið í gólfi eða? Nei, Nei, þá tökum við þetta samt ekkert lengra. Ég ætla að segja En nei, hérna- sko, ég á golfsett, ég er alltaf á leiðin aftur. Já, þetta voru... ég tek reglulega svona Happy Gilmore mætingu og tek eitthvað Legendary Drive og svo bara hætti ég aftur í 2 ár. Já, það má líka. Já. Þannig að það er hægt að koma gólfururnar, derhúur, bolla og alls En konar. er það ekki þannig Gísli að maður er kannski engum að leggja sér eftir gólfinu þegar börnir eru svona komin á aðeins
Jú, það betri aldur. ég sjálfur ekki byrjar að spila golf, Nei. sko, og þó að allir þessi svo Þú getur þá ekki skilt þér á bakvið, það er börnin sér á lítil. ég get það fram til þessa. Núna kannski fer að koma tími Já. Ég held ekki, börnuna skýslar að afreiksfólk í íþróttum, Já. þannig að Það Gísli fer- hefur bara enga slatti tíma. tími þar þetta, Já. sko. Já, það fyrir þetta svo tíma. Þannig að maður þarf að gefa sér tími í þetta, Já. maður gera þetta vel. Þannig að hvetja fólk til að kíkja þangað. Ef að fara að ræða einhver alvöru mál, við erum að ræða hérna stöðunni í þinginu eða stemningunni í þinginu Alvöru og mál, sundrung og sammenningar og hver eru vinir og hver ekki og hver geta að setja saman og þetta er þetta áhvert að fá innsýn inn í þetta, Já, slúðurið. slúðurið. Það er ekki þingi í gangi núna, það var nú með ráðum gert að hafa ekki þingi í gangi aðdraganda Já. þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Kristrún vildi að fólk tekja sér bara frí frá pólitík. Ég held að þau hafi bara ekki vilja hafa þingi í gangi í aðdraganda þessar þjóðaratkvæðagreiðslu, vegna þess að þar eru menn í einhvern skilningi bara samkvæmt þingsköpum berskjaldaðir fyrir ákveðinni umræðu sem þeir geta ekki vikið sér undan, sem þeir hafa miklu meiri möguleika að sumri til þess að vikið sér undan. Þannig að það er bara algjörlega með ráðum gert og menn hafa einmitt verið að benda það að það er ekki með hagsmuni þjóðurinnar leiðilegu sem þessi ákvörðun er tekin, sko. Heldur bara í vonum að fá jáið, eins og Kristrún er nú reyndar farin að segja alveg opinskátt við erlenda fjölmiðla, þetta snúist að fá jáið. Já. En Þannig að hún er búin að það er náttúrulega búið að kippa úr sambandi bara lögbundnu eftirlitshlutverki okkar með framkvæmdavaldinu sem eru auðvitað búið að fara vel yfir strikið oft og mörgursunum í sumar og það hefur verið ærið tilefni fyrir okkur til þess að láta þau sitja fyrir svörum í þinginu og í þessu mynda hléi sem að þjóðin ætti að fá frá stjórnmálum að þá hafa auðvitað stjórnarliðar ekki látið sitja eftir liggja og nú hefur sjálfur forsætisráðherra boðað funda herferð í þessari pásu. Við ætlum að aðrir missi ykkur í umræðum í ESB, ég ætla að koma þessu eftir. Þá eru líka aðrir hlutir sem er að koma upp eða eru í gangi, sem maður segir. Það er nú stýrivaxtaákvörðun næstu viku. Þannig að þar eru menn að búast við, það kemur inn á þetta, því að það hefur ekki verið stýrivaxtaákvörðun sinni í maí. Ég segi að greiningadeildin er fyrst ekki ráð fyrir hækkun stýrivaxta, 25 púnta hækkun eða hvað. Hvað er ekki komin epic-stöðul, strákar? Kíkja á hvað hann segir, það er kannski besta skýringin þetta. Besta dæmið þetta. En það er einhvað síður, þetta getur haft töluverð áhrif á það hvernig fólk kýs eða hvað? Þetta er auðvitað... Ég sé að veðbankar eru að gera ráð fyrir 25 púnta hækkun, sko. Þetta sé ekki bara í eitt af mörgum skiptum sem að auðvitað Seðlabankinn er settur í erfiða stöðu af ríkisstjórninni, að þeir auðvitað þurfa einhvern veginn að beita sér og þeir þurfa að eiga auðvitað bara að vinna þetta út frá þjóðarhag, þannig ef að það er að hækka vexti þá bara verða þeir að gera svo vel að gera það, þeir ekki ekkert verið það, þeir eru auðvitað ekkert að fara að taka mið af hinum aðstæðunum, þó að Seðlabankinn... Okkur séu auglust ekki, menn að þeir eru bara mennskir eins og við, sko. Já, nei, auðvitað er alltaf hætt við því, sko, en ef maður svona bara miðað við markmið peningastefnunar, þá auðvitað ætti það að ráða för, en það er síðan alltaf annað mál að Seðlabankinn hefur að mörguleiti talað af skynsemi í umræðunni, að mínum mati gjaldmiðlamál og annað eins og reynt svona halda á lofti einhverjum sjónarmiðum þegar áróðurinn byrjar úr hinni áttinni eins og til dæmis bara í athugasemdum þessa frægu skýrslu sem var nú eiginlega að mínum mati ekki nægilega rætt sérst á sínum tíma þegar þeir koma fram með þessar yfirlýsingar að ábatinn sé eins og það var orðað held ég líklega meiri en kostnaðurinn af því að hafa evru í stað krónu. Já, orðið að vísi pöntuðu gjaldmiðlaskýrsluna sem komin í vor. Já, pöntuðu skýrsluna og svo þessa ævintýralegu túlkun á niðurstöðum skýrslunar. Það sem að menn bara mjög margir spændu sig í gegnum efnið og fundu hvorki tangurinn í tetur af þeim yfirlýsingum sem þó voru settar þá fram sem niðurstaða skýrslunar af hálfu stjórnvalda, sko. Þannig að Seðlabankinn að starfi því umhverfi að vera auðvitað svo eining hérna á Íslandi sem að hefur yfir umsjón með og þar að leiðandi augljóslega einhverja bestu þekkingu á gjaldmiðlunum að þurfa að standa í því að þetta sé að koma úr sjálfu fjármálaráðuneytinu. Það er sannarlega sérstakt, þannig að þetta er auðvitað svona skrítin pólitísk saga til að vera í en segir margt efnahagsástandið að það er ekki nokkuð maður að tala mínus 25 þarna, það er 15 stuðlar á því, þannig að það segir sitt ástandið, sko, en eins og Kristrún hefur nú vitað lengi þá eigur þetta líkurnar á að fólk segi já við Evrópusambandið. Ég það segi, er það ekki einmitt máli, sko, ef vextir hækka í næstu viku sem er ekkit ósynlegt að þeir geri, er það ekki bara að hjálpa ríkisstjórninni? Jú, þetta er auðvitað engin tilvíðun að við séum í þessari stöðu núna að glíma við þetta erfiða efnahagsumhverfi á sama tíma og við erum að fara út í þennan glórulausa leiðangur varðandi ESB aðild. Alveg eins og Snorri benti á varðandi tímasetninguna yfir hásumar. Þetta eru engar tilviljanir og Kristrún hefur nú sjálf bent á það að það sé einmitt svona hagfellt umhverfi fyrir fólk til þess að halla sér áttuna í Evrópusambandinu. Það er þegar svona kreppir að hér heima.
Ég tek undir með Snorra, ég treysti nú Seðlabankanum og held að hann haldi bara sínu striki. En það verður auðvitað mikilvægt og merkilegt að heyra frá þeim samt í kjölfarið á þessar ákvörðun. Það nú ýmislegt sem að þarf að leiðrétta. Ég held að þessi skýrsla sem að Snorri myndist á, sem að, eins og hann sagði, að var lítið rætt, ég held að það sé nú augljós ástæða fyrir því. Hún var bara ekki eins góð eins og ríkisstjórnin vænti. Þannig að þá að fara út í það að skálda eyðurnar eða búa til yfirlýsingar og fyrirsagnir. Túlkana með frjálslegum hætti. Já, og svo þegar það var byrjað að nýta í það og benda og þetta stæðist nú ekki í skoðun, það var bara að fara í næsta mál, sko. Þannig að Já, líka þú veist, ef maður hugsa út í síðan bara heildarsamhengi efnahagsmála, þá hefur það lengi verið viðkvæðið hjá allan að forsætisráðherranum eftir að hann tekur við sem formaður að Evrópusambandsleiðangur sé í raun og veru bara kom ekki til greina á meðan það ríki ekki allavega einhver haldi, ég man ekki nákvæmlega hvernig hún hefur orðað í gegnum tíðina, en talað á þá leið að það verða að ríkja ákveðin sátt, sko, hvort sem það er á meðal, sko, að hálfu verkalýðshreyfingar, atvinnulífs og svo annara eininga, þessa púst sem samfélagið er, bara auðvitað almennings, stjórnmálastéttarinnar, en þau fara auðvitað út í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu algjörlega án þess að neinar af þessum forsendum séu fyrir hendi, neinar, sko, og vísa til, sko, ég veit ekki nákvæmlega hvernig Kristrún hefur sagt að ástandið hefur breyst, sko, eins og Ólafur Ragnar bentur ákveðlega á, það var auðvitað, sko, Biden ennþá í Hvíta húsinu þegar það var samið að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, þannig að það þegar stjórnarsáttmálinn var skrifaður. Já, þessi sífellda vísun til ástandsins í Bandaríkjunum að mínum að þetta er vel skiljanlegt að menn hafi sína skoðun á því sem gerist í Bandaríkjunum og það hef ég sjálfur haft en hvort að það þýði að menn leiti skjóls hjá Evrópusambandinu bara í ljósi varnarmála eru reyndar rök sem maður hefur heyrt fara miklu minna fyrir núna í seinni tíð en hinn og núna hefur þetta snúist svolítið bara að mínum mati þegar fólk reynir að segja þegar það er spurt, að því að að mínum mati liggur sönnunarbyrðin hjá þeim sem vilja eitthvað annað en EES-samningin, hún liggur hjá þeim að útskýra hvað það er nákvæmlega sem menn eru þá að reyna að sækja inn í Evrópusambandið, þá er það eina sem menn geta virkilega fest hendi á er þá lægri vextir og þá er það bara þessi eini afmarkaði þáttur eða sem hagvísir, eini afmarkaði hagvísir sem menn í raun og veru benda á, það eru vextur og verðbólga án þess að horfa til allra hinna þáttana að annar ávinningur, menn hafa ekki raun og veru verið að benda neitt annað, þannig að umræðan fer í raun og veru öll að snúast þetta, að þessir raunvextir eins og mér skilst að geti verið einhver 1–2% munur á einhvern veginn meðal raunvöxtum, það er þá ávinningur sem enginn horfir fram hjá, en síðan bara ef maður horfir á hvernig þessi efnahagsumræða fer fram, þá er bara eiginlega aldrei rætt hina veigamiklu þættina, hvort sem það er atvinnuleysi eða auðvitað bara lægri laun, takmarkaðri atvinnutækifæri og svo framvegis. Þannig að það er í raun og veru áhugavert að þessi umræða hafi leiðst þar að vera enda í raun og veru bara í þessu atriði, gagnvart vöxtunum og verðbólgunni, en mér finnst engu að síður eins og það hafi skapast sífellt meiri skilningu svona allra síðustu vikum að þetta sem umræðu grundvöllur fyrir svona veigamikla ákvörðun sem er samansett af svona mörgum þáttum gangi bara alls ekki upp, sko. Þú veist, það gengur alls ekki upp að segja bara henni eru vextir og verðbólga, þeir eru svona og svo bara restin er bara ræða það helst ekki, vegna þess að ég finn bara á öllum sem ég tala við að sko jafnvel þótt þetta stæðist með vextina og verðbólgu að þetta myndi bara rjúka niður vextir og verðbólga sem er engin minnsta trygging fyrir ef við förum í Evrópusambandið, engin minnsta trygging fyrir jafnvel þótt að stæðist þá eru menn og bara svona tilfinningar fólks gagnvart þessu máli, ég skynni það allavega að það eru bara risastórir aðri þættir sem skipta bara miklu, sko, alveg jafn miklu eða miklu meira máli þegar þeir eru að taka svona ákvörðun, sko. Þannig að sú brella benda bara á það og jafnvel ganga mjög langt í því hvernig fólk talar sko, tölfræðina í þessu, sko, að segja hérna 100 milljarðar og svo 500 milljarðar næsta dag, 300 milljarðar bara eftir hvernig skapi fólk er í, sömuleiðis með vöruverði sem hefur síðan verið margrakið að hérna, bara muni vöruverð hrynja 25%, maður fagnar því allan að þetta hefur verið hrakið með bara tiltölulega mikilli skynsemi og alvöru gögnum, sko. Og eftir stendur áfram spurning mín, sko. Sönnunarbyrðin hjá þeim sem vilja þá gera út af EES-samningin til þess að fara inn í ESB fyrir hvað, sko? Það sem er kannski... Líkt að vera ekki með Evrópusinni hérna til þess að fá það fram, sko. En það sem er kannski líka furðulegt við, að því að eins og bendra á, ég tek undir það, maður finnur það í samtölu fólk, að þetta er það sem vegum mest. En það er algjörlega óumdeilt og nú eitt af því fáa sem að stjórnvöld hafa þó ekki reynt að þrugla umræðina með, nú er ekki að tala um einstaka stjórnarlega eins og Dagbjörn til dæmis, heldur bara ráðherrana, að Þorgerður hefur sagt það og Kristrún hefur sagt það og Daði hefur sagt það, það var allir tekið undir það, að það verður alltaf eftir sem áður okkar hlutverk að náðu niður vöxtum og verðbólgu
og það ástæðan fyrir því að þetta alltaf hlutverk hvers ríkis, það efnahagsstjórnin og það ástæðan fyrir því að það eru mismunandi vextur og verðbólga á til dæmis evrusvæðinu og ESB-svæðinu þar að þetta endingu bara alltaf hlutverk hvers ríkis en svo komum aftur að þessum punkti varðandi þessa tímasetningu að það blasir auðvitað við, það alltaf gefin upp einhver ný ástæð fyrir því að við verðum að hlaupa í skjólið í Evrópusambandinu og það blasir við að í þetta skipti að þá var dagsetningu, þá var alltaf talað um 2027 og atkvæðagreiðslunum var flýtt út af báu ástandi í efnahagsmálum og það far alltaf að verða ljós frekari og meiri líkindi á milli Jóhannstjórnarinnar og Kristrúnar stjórnarinnar að þetta eru stjórnir sem að taka við stjórnartömmunum, gefast upp á verkefninu og leita skjóls í Brussel. Það bara að verða alveg meginljóst. Jóhannstjórninni til varnar, þá tók hún við hér eftir efnahagshrun. Kristrún gerði það ekki og hennar ríkisstjórn. Vissulega höfðu við lent í miklum hremmingum, en við vorum að komast út úr þeim dimma dal. Það var hafið vaxta lækkunarferli þegar að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tekur við. Og engu að síður það endaði einhvern veginn til þess að breiða yfir eigi getuleysi í skjólinu í Brussel. Já, þetta mjög góða punktur sko, í raun og veru í grunninn þá þetta yfirvarp. Það yfirvarp að vísa til alþjóðamála með þessum hætti sem forsendu fyrir því að fara inn í Evrópusambandið. Það gerir ekki lítið úr bara málefnalegri gagnrýni á sittandi bandaríkjastjórn sem ég tekið undir og ég bara hef sjálfur stundað á minn hátt. En að það sé grundvöllur þess að fara verði í Evrópusambandið, til dæmis líka að vísa til þess að þetta sé einhvern veginn varnartengt. Ég meina, hvað gerir Svíþjóð og Finnar þegar hlutinni fara af stað? Þeir voru ekkert bara, yes, við erum í Evrópusambandinu. Þeir fara í NATO. Óháð því hvað mönnum finnst NATO, enn og aftur. Ég meina, það allt önnur umræða, en bara það hvernig hagsmunir Íslands eru tryggðir sirka í núverandi aðstæðum mér finnst ekkert kalla á að og svo þetta sama sem önnur þversögn í þessu sama fólk og talar að menn verði að fara inn í ESB út af varnarmálum, þeir þverneita fyrir að Evrópusambandið sé nýttni varnaruppbyggingu, bara hvort það? Hvort vilt að Evrópusambandið sé hérna í vígvæðingu? Þú vilt að væntanlega fara inn í slíka félagskap en þá eru menn orðnir öflugri og svo þetta að fara í langa umræðu það eins og maður hefur svo tekið hernaðaruppbyggingu innan Evrópusambandsins getur Evrópu til að verja sjálfa sig. Þetta bara mjög áhugaverð spurning. Það áhugaverð spurning hvað Ísland á að gera, hvort við eigum að vera með her eða ekki. Eða vera hluta af einhverjum framtíðar evrópskum her. Eða vera hluta af framtíðar evrópskum her. Sem mjög mikið ræddur í Evrópusambandinu. Að sjálfsögðu. En má alls ekki ræða hér? Nei. Að sjálfsögðu ræða þau slíkan her. Ég meina, þetta eru ríki sem eru bara með mjög samþætta starfsemi á svo mörgum sviðum og eru þetta hvert og eitt ríki með sína herdeildir. En spurningin Evrópu her ótrúlega flókin alþjóðapólitísk spurning. Hver herir, þeir eru með helst einn hershöfðingja sem ræður öllu hvaðan á sá hershöfðingja koma í Evrópu þetta bara þá að vera þýski herinn að stjórna eða franski eftir hvernig þeim líður gagnvart hvert öðru þeim ríkjum hverju sinni. Hvað erum við að tala um í raun og veru en engu síður þeir sem segja við þurfum að leita skjóls í Evrópusambandinu vegna hernaðarmála, þeir halda þó statt og stöðugt fram að það sé engin hernaðaruppbygging í gangi í Evrópusambandinu, engin stemning fyrir her þar, sem svona ákveðin þversögn. En ég skil það samt að því við búum í heimi sem sannarlega fullur af þversögnum og það ekkert einfalt að fóta sig í nútímanum og við þurfum auðvitað sannarlega að mínum mati að gæta þess að eiga bara traust og góð samskipti áfram við Evrópu í gegnum EES-samningin eins og við mögulega getum, en sömuleiðis líka bara gott samband við Bandaríkin eins og verið hefur. En þessi dans krefst þess að við séum bara að gæta okkar sjálfsvirðingu í margvíslegum skilningi og fullveldi að við erum vinir allra en ekki þegnar neins. Það bara ákveðin hugsjón sem hefur verið drífandi í allir okkar nálgun í utanríkismálum frá lýðveldisstofnun. Að fara inn í Evrópusambandið núna vegna tímabundinna erfiðleika eða til dæmis vaxtamunar eða berði saman við eitt eða annað ríki,
það mjög mikil skammsýni gagnvart þessu íslenska verkefni að mínu mati, sko, og hvað þá að segja já við þessu núna. Já, þú ert búin að gefast upp fyrir verkefninu, þá var það... Já, eða sko, já, allavega svona að líta svo á við séum bara ófæru megin hagstjórn sem ekki raunin ef þú horfir á söguna, sko, þótt þetta sé sannarlega kaflaskipt, en ég tala nú ekki ef við værum til dæmis inn í Evrópusambandinu og ef þú sérð hvernig það fer með ríki til dæmis að kljást við efnahagslega þrengingar á sínu svæði verandi inn í Evrópusambandinu, auðvitað getur að horta á evrukreppuna og horta á hvernig Grikkland og aðra þjóðir fóru út úr slíku þegar það verið að taka ákvarðanir lengst í burtu frá þeim sem höfðu hræðilega áhrif á þau og þau gátu ekki gert neitt. Bara horfa á Finnland til dæmis núna, það sem eru mikla þrengingar, það eru auðvitað styrjöld þarna í bakarunum hjá þeim og þau eru í margvíslegri djúpri óvissu í sínu samfélagi. Atvinnuleysi grípur sig, það samdráttur og hvernig bregðastu við því? Já, það bara í gegnum til dæmis atvinnuleysi eða þá meiri háttar niðurskurð í opinbera kerfinu eða öðru eins, bara svona mjög hvimleiðum ráðstöfunum á ýmsum sviðum vegna þess að þau get ekki nota gjaldmiðilinn eða vexti og verðbólgu einhvern veginn sem tæki til þess að láta kerfið gefa eftir eins og menn geta með sjálfstæðan gjaldmiðil. Þannig að þú sérð bara mjög skýrt að þá eru Finnar bara konur í mjög þrönga stöðu og það bara mjög einfalt að fletta því upp í fjölmiðlum hver staða Finnlands bara einmitt núna. Bara mjög sambærilegs Norðurlandaríkis hvernig það þá að vera inn í Evrópusambandinu þegar það kreppir að í hagkerfinu á móti því að geta þá bara beitt þínum hagstjórnartækjum í sjálfstæðum seðlabanka. Þannig að menn sjá það mjög skýrt. Síðan bætist ofan að þetta sem mér finnst næstu því sko augljósustu rökin. Þau eru sko að, eins og ég segi, Íslendingar, það getur nú alveg gerst hérna á Íslandi að það myndist meirihluta stuðningur fyrir því að fara í Evrópusambandið. Ég sé það ekki gerast, ég tel ólíklegt að það gerist á næstu árum, það sannarlega ekki fyrir hendi eins og landið liggur núna, en maður engin spámaður og síst í eigin föðurlandi. En þá geta menn farið að tala það fyrir alþingiskosningar hverju vilja fara inn í Evrópusambandið og hverju vilja ekki gera til þess að kjósa síðan ríkisstjórn sem vill fara inn í Evrópusambandið og sækja aðild að Evrópusambandinu til þess að fara inn í Evrópusambandið. Þetta átti sér ekki stað fyrir síðustu kosningar. Og þetta bara átti sér ekki stað fyrir síðustu kosningar, þannig að það ekki meirihluti á þingi, það ekki meirihluti á meðal þjóðarinnar og það ekki meirihluti á meðal hagsmunasamtaka á vegum almennings eða atvinnulífs eða hins opinbera eða neins eða launþega. Þannig að þú ert ekki með neina samstöðu og allra síst á Alþingi það að fara hann inn og það að þegar fólk talar sko ungt fólk, þannig ég haldi áfram að pyrra með þess á þeirri umræðu þegar látið eins og ungt fólk séu bara einhver bjánar sko. Þú veist, það bara, vilt þú ekki læri vexti og verðbólgu og fólk kemur með þessi tilfinningar rök eins og Bubbi Greiikallinn sem bara áttar sig ekki á grundvallar atriðum umræðunar stundum. Elsku Bubbi. Í lagsveið ánni að tala Armani jakkaföt, að græða sína mörgundur milljónir á ári ykkur tónleikahaldi. Þetta er svona allt mjög broslegt að mínu mati. En sko, þetta með sko börnin mín. Ég ekki hugsa mig. Þetta er svona fólk sem, svolítið svona eldra fólk sem svona tala svona eins og að segja fórna sín, eitthvað, heyrðu, ekki hugsa mig. Ég verð bara einn aftur, haldi bara áfram. Það eru bara börnin mín. Hugsaðu börnin. Það eru bara börnin mín. Þau verða að fara í Evrópusambandið. Bara, ungt fólk eru ekki fávitar, sko. Þú getur ekki sagt bara við ungt fólk og ég heyrði það bara á ungu fólki, þú getur ekki sagt við þau bara, heyrðu, þú fær læra vexti og verðbólgu, þú fær bara húsnæði strax bara. Ungt fólk áttar sjálf á því að það ákveðin heildarmynd efnahagsmála sem við erum að tala ef að, þú ert að fara að borga ef að það húsnæði skortur í landinu, eins og ég hef nefnt líka vegna innflytjendamála, ef það húsnæði skortur í landinu, þá ert þú að fara að greiða hátt verð fyrir húsnæði. Verðmiðin getur verið hár, eða vextin getur verið háir, þetta er svona stillingaratriði, auðvitað skiptir þetta allt mjög miklu máli, hvernig kjörin þín í bankanum, sko. En húsnæðið skorturinn sjálfstætt vandamál á Íslandi sem kemur evru ekki við eða vöxtum, eins og maður bendir á. Lægri laun og minni atvinnutækifæri, það bara staðreynd í því efnahagsumhverfi sem að Evrópusambandið býr þér ef þú ferð þar inn. Ungt fólk sér í gegn þetta. Sjálfstæði landsins, bara sjálfsákvörðunar réttur. Þú ert heldur ekkert að selja ungu fólki það að bara já einmitt. 20.000 krónur lægri afborganir, segðu bara já, skilur nei. Það skiptir bara mjög miklu máli að ákvarðanir sem tengjast Íslandi séu teknar hér. Framkvæmdavald, dómsvald, allt þetta grundvallar atriði. Það bara mjög rík sjálfstæðistilfinning í ungu kynslóðinu. Þannig að þú ert ekki heldur að fara að gabba þig með þessu. Aðildargjaldið, 50 milljarðar, tala sem bara virðist tiltölulega skynsamlega útreiknuð. Evrópuskatturinn? Já, þetta bara tiltölulega skynsamlega útreiknuð tala það hvað við hefðum til þess verið að borga held í núna árið 2025 með okkur inn í Evrópusambandið, þar að segja sem bara aðildargjald, 50 milljarðar.
ungt fólk er heldur ekki vitlaust. Það veit bara að þetta er þá bara að fara að vera tekið úr hinum vasaninum sem skattur. Einhver þarf að borga þetta. Þannig að, sko, þú ert ekkert að gabba þetta fólk með einhverjum stundarbrellum núna í aðdraganda þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem ég er fegin, líka bara af samtölum mínum við ungt fólk, að það er bara töluvert meðvitund þetta. Eina sem ég hefði áhyggjur af væri að það ríki ekki endilega næg meðvitund það hvað felst í þessu ferli. Bara einfallega vegna þess að menn voru ekki á staðnum þegar síðasta aðildartilraun var gerð og ég sjálfur var nú bara krakki í raun og veru en hef bara kynnt mér sögu þessa máls freka vel og þú þarft ekki annað en bara taka bara svona sneiðmynd af stemningunni á Alþingi, bara ef þú ferð á árið 2012 þegar þetta var hægt og rólega að renna út í sandinn, þessi tilraun ríkisstjórnarinnar til þess að fara með okkur í Evrópusambandið, eða tilraun samfylkingarinnar til þess að nota ríkisstjórnarstöðuna til að fara með okkur inn í Evrópusambandið, að þú getur ferðið í fyrirspurnatíma og ég var á sín tíma þá var ég að fletta í vef Alþingis og ég lendi inn í fyrirspurnatíma vorið 2012 þar sem að hafa Bjarni Benediktsson að spyrja Katrínu Jakobsdóttur sem þá var menntamálaráðherra í ríkisstjórninni þar sem að Bjarni var að spyrja Katrínu út í hennar ummæli að hún teldi líklegt að þegar og ef þessi blessaði samningur næðislagsins þá var vel að merkja ekki búið að opna erfiðustu kaplana þáttur að vera búin að vera í 2-3 ár. Menn fóru bara að skoða EES-kaplana, renni gegnum þá, það var bara mjög lítil breyting, en svo bara kaplan sem skipti einhverju máli, menn bara þorðu ekki á 2-3, hvað ætla að hafa verið, samtals 3 ár, 2, eitthvað hannig. 2009. Já, menn bara þorðu aldrei að opna þessi kapla. Ok, Katrín Jakobsdóttir er þarna greinilega nýbúin að segja að hún telji líklegt að þjóðin muni hafna þessum samningi. Segir hún sem ráðherra í ríkisstjórninni, sem er að í miðjum samningsviðræðum og er hætt að nenna þeim, er hætt að hafa áhuga á þeim, það er bara engin eining að halda þess áfram og Bjarni er þetta bara að spyrja bara býta ok, ætlið að opna þessa kapla, hvað ætlið að gera, ég meina það fara að koma kosningar, ætlið að halda áfram, ætlið að klára þetta fyrir kosningar, það er raunverulega orðið útiloka núna og Katrín bara, já, þú veist, ég held að þessu verði hafnað, það væri fínt að klára þetta, en það er samt ekkert raunhæft og maður sér bara að þetta er það sem gerist þegar klofin ríkisstjórn þykist ætla að sækja aðild að Evrópusambandið. Þetta verður bara á örfáum árum að bara gjörsamlega gallsúrri og vonlausri stemningu. Og maður sér það bara líka ágætri grein núna frá Steingrími J. Sigfússyni þar sem hann fer yfir þetta og hann bara sá þetta frá fyrstu hendi þarna innanfrá. Sem var hlustunum til upplýsingar, auðvitað ráðherra í þeirri ríkisstjórn. Ráðherra í þeirri ríkisstjórn í fleiri en einu ráðuneyti, hafði sjávarútvegsmálin hjá sér, landbúnaðarmálin og var svo í fjármálaráðuneytinu og hann skrifar bara það að sko, það var bara árið 2012 þá sá bara enginn fram á að það væri neitt það gegnum brot að fara að eiga sér stað í þessum samningaviðræðum sem gæti orðið að samningi sem íslenska þjóðin myndi sætt sig við. Þeir sáu það bara í sjávarútvegsmálum, þeir sáu það í landbúnaðarmálum, þeir sáu það bara í þessum stóru málum, segir hann í sér grein. Við vorum bara ekki að fara að ná þessu. Þannig að hann bara veit hvernig þessar viðræður eru. Ef kröfurnar okkar og skilinin eru fyrirfram þessi sömu, þá lýsir hann vel í þessari grein. Þetta er bara vonlaus leiðangur. Og þess vegna það er það sem maður myndi kannski leggja áherslu á við ungt fólk. Átta sig á því að sko, þetta það getur vel verið að þetta sé raunverulega dauðadæmt verkefni frá upphafi að fela þessari ríkisstjórn og Þorgerði Katrínu sem utanríkisráðherra að gera þetta með Flokk fólksins og Samfylkinguna þinni. Þetta getur vel verið að þetta sé dauðadæmt frá upphafi og þá er þetta bara graf alvarlegt mál að eyða hver veit hvað mörgum árum af verðmætum tíma okkar Íslendinga fara í þetta. Þannig að það er ef til vill það sem að myndi óska sér að ríkti skilningur Skynja þú þetta sama fyrir unga fólki? Já, sko, ef ég aðeins að draga þetta saman meðan Snorri dregur andan þá var auðvitað sko, á þessum tíma var auðvitað eins og Snorri bendir á, þetta er hann klofin ríkisstjórn eins og er núna. Þú varst auðvitað með fólk sem að kerði þetta verkefni áfram eins og Össur og það skal enginn efast það að hann hefði haft metnað fyrir því, hann komst bara ekkert áfram með þær rauðu línu sem þó að búið að draga í sandinn, hann komst bara ekkert áfram í þessum málaflokkum eins og Snorri bendir á og ég sé að það get breytast nema og ég held að það sé það sem að fólk er einblíðina núna. Hvort að treysti utanríkisráðherranum Þorgerði Katrínu til þess að fara í svona viðræður og draga svona línur í sandinn. Kannanir bendir til þess að gera það ekki, sko? Já, maður hefur, og þess vegna hefur maður heyrt, sko, maður hefur jafnvel heyrt félag forvitina, reyna að afvegalega umræðan með því að það verði ekki Þorgerður sem fá þetta umboð heldur Kristrún, sem eru auðvitað bara hauga lígi. Það eru auðvitað Þorgerður sem eru utanríkisráðherra sem að færa þetta umboð frá þjóðinni til að fara og semja við Evrópusambandið. Hún hefur haft það markmið áratugum saman að Ísland gangi í Evrópusambandið, það þekki ég vel, hún var varaformaður í mínum flokki áður hún stofnaði Viðreisn einmitt út af deilum nákvæmlega þetta atriði. Þannig að mér finnst að fólk verði að opna augum fyrir því að ef að hún fær þetta umboð sem er algjörlega opið af því að
meirhlutinn stóð í vegi fyrir því að við settum þessi skilyrði inn í ályktunina núna inn í tillöguna eins og gert síðast. Það voru dregna rauða línu síðast í þingmálinu. Það hefur ekki verið gert núna, þá að gera eftir atkvæðagreiðsluna. Þá fólk að segja, gjörðu svo vel, hér hefur þú opin tékka frá þjóðinni til þess að fara og semja. Og hvað mun hún og getur hún látið af hendi? Ég fylgst með því í fremsturöð, því að ég sitt í og varaformaður utanríkismálanefndar. Og það hafa svo fjölmargir gjörningar verið framkvæmdir núna bara stuttum tíma af hálfu meðalans Þorgerðar Katrínar og Hönnu Katrínar og fleiri ESB sinna í þessari ríkisstjórn þar sem að í rauninni farið bara fram með einhver ákveðin verkefni og vilja þess að vera skrif undir samninga og vilja auglýsingar og annað og ekkert samráð haft við þingið. Og ég hef heyrt utanríkisráðherra segja það að það verði haft samráð við þingið. Samráð í hennar orðabók sem sagt minnisblað til utanríkismálanefndar, það allt samráðið við Alþingi. Þannig að ég hef ágjörð þessu að fólk átti sig ekki á því að það veita þetta opna umboð. Síðan að því að Snorri talar hérna unga fólki, hann telur það sé ekki hægt að plata það. Það samt verið að reyna. Og það enginn sem að kemur fram af hálfu þessara forvitina eða ESB-sin og segir bara, heyrðu, krakkar, við ætlum að gera svolítið, en við erum að gera það fyrir ykkur. Við ætlum að taka af ykkur völdin sem að við höfum núna. Við höfum fengið að fara með þau, okkur finnst við ekki hafa gert það nógu vel, þannig að við ætlum bara til frambúar að svifta ykkur sem rétti. Við ætlum að taka þessu völd af ykkur, en það er gert fyrir ykkur. Það enginn að segja þetta. Það verið að ljúga þeim. Það verið að segja að það sé einhver saklaus könnunarleiðangur. Það verið að líka þessu við fasteignaviðskipti, jafnvel bílaviðskipti. Þetta sé bara svona einhver útsýnstúr og þess vegna held ég að það gæti mögulega virka á þennan hóp að þó það segi fyrir sér að það væri bara rosa lítil glæti á því að þetta hefðist, að það væri bara saklaus leiðangur sem það ekki. Og ég hef miklu meira áhyggjur af í þessum, að því maður sér það bara í niðurprótakönnunum, það ekki yngstu hópurinn sem verða fyrir mestum áhrifum á þessu, það hópurinn þar á eftir, það minnaldurshópur. Það ekki fólki sem með íbúðalánin og börn á sínum framfæri og að sligast undan, ekki bara hámvöxtum, heldur líka opinberum gjöldum. Og það þekki ég vel og ég hef nú reynt að koma fram með þingmálum skattafslættir einmitt fyrir þannig hóp sem með ung börn á sínum framfæri og hvað gerir ríkisstjórnin? Þetta hefur ekki tekið neina mínum þingmálum skattalækkanir til meðferðar, en hún hækkar álögur, hún hækkar skatta, hækkar opinber gjöld. Það vinnur síðan gegn markmiðum Seðlabankans og hefur áhrif til hækkunar og verðbólgu. Þannig að ég er mest rákið þessu. Já, og svo líka svona bara grundvallar hugsunin að einhvern veginn að það sé ekkert æðislegra en bara einhver góður styrkur frá hinu opinbera. Það einhvern veginn, það ekkert mála við Íslendingar sem að fara að borga auka 50 milljarða í Evrópuskattin að þurfa að rukka þetta í skatta, af því að ég meina hvað ætlar að fá þetta? Við skuldum, ég meina hvað ætlar það að fá þetta fjármagn? Þú verður bara að taka það úr frá fólki og fyrirtækjum í skatti. Ekkert mál. Það bara ekki að ræða það, ekkert mál. En við gætum fengið þennan styrk hérna hjá Evrópusambandinu. Akkur sækjum við ekki þennan styrk og fáum þennan styrk. Kannski fáum við göng til Vestmannaeyja ef við fáum þennan styrk. Bara heyri. Þetta er svona fagn að því að fara endurkostlega á skattinu. Já, þetta er svona eitthvað, heyrðu, látum bara taka okkur peningana og svo svona upp á von og óvon, þá mögulega fáum við þá eftir að einhver annar er búin að ákveða hvað þeir eiga að fara í. Og það er líka það sem er svo áhugavert við umræðuna, eins og ég held að hæstvirtur framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar hafi sagt að þetta myndi bara enda kannski mögulega með göngum til Eyja ef að Evrópusambandið væri hérna. Já, 2 spítulum. Já, og þá hugsa maður bara, heyrðu, ég hef verið mjög hrifinn af þessu kerfi þar sem við erum bara með Alþingi og ríkisstjórn þar sem að ákvarðanir eru teknar og þá gætu við líka tekið bara ákvörðun að veita fjármagn í þetta gangnaverkefni í Eyjum sem byggt þjóðarhöllu og hvað sem við viljum gera er ennþá í rannsóknarfasa en er vel að verkefni enda mjög spennandi auðvitað kostur ef það reynist mögulegt. Þannig að þetta er svo ævintýralega röng hugsun að hugsa sig ok, afsölum okkur ákvörðunarrétti og vonum svo að þau taki góðar ákvarðanir fyrir okkur. Og þetta er aftur þetta svona, heyrðu, förum bara inn og reynum bara að fá bara góðar undanþágur og framseljum samt svo löggjafarvaldi, dómsvaldi, yfirráðum yfir auðlindum, yfirráðum yfir ég veit ekki hverju, í vonum að, einmitt, fá einhverjar undanþágur frá, ég meina þetta er svona, það byrjaði alltaf á röngum endanum. Undanþágur og kannski einhverjar styrki, en hvað ræður því að þú hugsa svona? Að þú einhvern veginn aðhyllist eitthvað svona, alþjóðlegt vald þar sem að þú sér einhvers þar í hillingum að einhver geti, þú veist, gefið þér eitthvað aðeins, þú veist, þessu borgarhelling fyrir það en svo ferðu þetta smá tilbaka. Já, þú getur bara litið þér nær hingað heim því að við erum því miður búin að búa svolítið þannig hnútana að fólk eru vant þessum millifærslukerfum. Þú veist, það þetta
læt ótrúlega mikið hendi. Við borgum hæstu skatta í heimi á Íslandi þegar við tökum tillit til aldurssamsetningar þjóðarinnar og framlega til varnartengdra málefna og lífeyrisskuldbindinga, að þá borgum við örugglega hæstu skatta í heimi. Og þú ert búin að búa til þetta samfélag þar sem að því miður að fólk til í að láta hluti á hendi að því að einmitt fær kannski endurgreiðslu frá skattunum eða það fær barnabætur eða vaxtabætur eða svona bætur og hinsegin húsaleigubætur og hvað þetta allt heitir. Já. Þannig að það er búið svolítið aðlaðið upp í fólki. Það er bara aldrei það sem hún laðir að hendi upphæðlega, sko. Já, og þess vegna hef ég verið að reyna í samtölum mínum við fólk og ef ég er að mæta á fundi að kalla eftir því að fólk komi með hugmyndir til mín skattalækkanir, því að ég fæ nógu hugmyndum og brýningum frá fólki það akkur passaði ekki inn í barnabótamódeli lengur og ég hef svo litla tekjur og við erum 2 kennarar reka heimili með 3 börnum og samt pössum við ekki inn í módeli. Viltu ekki bara borga lægri skatta? Viltu í raunverulega afhenda fjármuni til þess að einhver annar en þú milli fara tilbaka? Það ekki bara því að fólk trúir því að það sé ykkur aðrir sem borgir skattana. Það trúir því bara að þessi sjávarútvegurinn og eitthvað ríkt fólk sem borgir skattana, sko. Svo getur það verið. Þannig að þetta tekið af þeim áður en þau fá fjármunina, sko. Tilfinningin ekki til staðar. Já, en síðan líka bara með sko, þetta stóra evrópska skrifræðisbákn sem að við værum þá að undirgangast að fullu leyti með því að fara inn. Sko, ég held að ég heyri alveg að þetta kannski líka bara svona á einhvern hátt svona persónuleg tilfinninga, persónuleg preference hjá fólki. Ég persónulega, ég bara andi minn einhvern veginn þannig að þegar ég kem inn í heimsókn í Brussel á sín tíma áður en ég var þingmaður og fór og heimsótti svona opinbera staði þarna, hvort sem var á vegum EES-samningsins eða Evrópusambandsins og ég fæ svona alveg óþæginda tilfinningu. Ég bara dey úr leiðindumandinni, ég nenni ekki að hlusta neitt, ég vil ekki heyra þetta, mér finnst þetta leiðilegt, þú veist, þetta ömurleg stemning, þetta skrítinskrift og þetta asnalegt. Það svona, þetta ómálefnalega tilfinningin sem að fær bara svona, ég trúi ekki að þetta skrifræðisbákn sé að skila einhverjum ávinningi fyrir almenning. Mér líður eins og það snúist meira sjálft sig. Svo fólk sem kemur inn í svona byggingar og bara elskar og bara elskar og snobbar fyrir þessu bara, heyrðu, hann nú orðin forstöðumaður þarna, skilur og ég svona, ég skil það, ég virði það, ég bara tengi alls ekki við þessa tilfinningu. Andi minn hneigist bara svona aðeins meira að bara einhverju svona aðeins opnara kerfi, persónlegra, ekki svona formlegt og ekki svona struktúrerað eins og þetta allt sko. En þetta í raun og veru og hugsunin í Evrópusambandinu bara hreinlega eins og þeir eins og einhver stofnandinn lýsti sko, það hefur verið reynt að sameina Evrópu með vopnum í gegnum tíðina, margir hafa reynt það sko. En við ætlum að gera það með pennanum sko. Þú veist, það bara með reglum og skjölum og einhverju svona óskiljanlegu sem að almenningur hefur fyrir löngu síðan mist alla tengingu við og það svona ákveðið lag af þannig að tala eins og góður populisti elítu sem skilur þetta, tengir við þetta, elst upp í þessum heimi, mentar sig á þessu sviði, í þessari utanríkispólitík og þessum diplomatísku samskiptum, skilur og bara lifir og hræðist í þessu og þetta fólk og embættismennirnir og það mjög mikill hluti íslenska embættismannakerfisins sem bara elskar þetta dæmi, þetta bara þeirra leikur, þau kunna reglurnar, þetta bara þeirra stíll, skilurðu, senda bréf, fá aftur bréf, senda álit, allt þetta. Þau bara, já, snillt, gerum þetta sko. En síðan þetta bara, og þetta svona enn og aftur, ég held að það sé ekkert endalega einmitt hægt að stýra þessari umræði eina aðra átt bara með einhverjum hreinum efnahagslegum rökum sem eru í þokkabóta hæpinn, vel að merkja. En þú veist, það líka eitthvað í anda Íslendinga sem bara finnur sterkt núna held ég, bara hei, nú erum við aftur að tefla með sjálfstæð okkar sem við börnumst fyrir með harðfylgi í áratugum saman sko. Skilur, fyrir hvað? Ávinningurinn eins og ég segi, það hefur ekki ennþá verið bent á að hvað við erum nákvæmlega að fá fyrir þetta sem borgar sig, sko. Mér fannst svolítið eins og Snorri var að lýsa mér áðan. Ég lögfræðingur, Sérðu fyrir að vera skrifstofustjóri skýrslumáladeildar í Brussel? Alls ekki, ég tók viðbótarnám í Evrópurétti, ég starfaði í utanríkisþjónustunni og það var ekkert læknað mig meira af þessari ESB-veiru heldur en auðvitað nákvæmlega það umhverfi. Og það sem ég á erfitt með að sjá fyrir mér Íslands samfélag sem við erum svo lítil og náin að ég upplifði það frá fyrstu endi þegar ég var aðstofamaður utanríkisráðherra að það hringdi mjög gjarnan sími minn og það var bara, er þetta aðstofamaður Skúli Þórs? Já, kannski bara þess vegna á páskunum, ég lendi eins og ég svo aðfangadag. Ég er búin að týna vegabréfinu mínu
og svona vilja Íslendingar geta gert hlutina sko, maður bara í símaskrunni og það bara að heyri í manni og það alltaf bara, þetta bara bróðir gæðans í húsinu við hliðina alltaf, það alltaf ein manneski bara milli í næsta mann, það bara ráð þeirra fórsetin, þingmenninir Stefán Haukur og Martin Egilsson og þetta liðir, það ekkert að fíla svona sko. Þau eru of góð fyrir þetta það bara, fyrir þú að hringja mig sko. Þetta alveg ágæti menn sko, en það örugglega ekki mikið verið að hringja þá með svona erindi og ég bara sé ekki Íslendinga fyrir mér að einhvern veginn, það verði bara einhvern veginn orðin rosalega fjarlægð og það bara, heyrðu, ég ógeðslega ósáttur við þetta, já, kallið minn, þú eru bara skella þetta í Brussel, það bara, þú getur talað við einhvern þar, prófaði að banka, sko. Já, nei, þetta minnir mig á, sko, tilfinningu til að hluta til að má líka þessu saman við að þegar ég var að ferðast með innanlandsflug í sumar og þurfti að vita hvort ég geti farið með 2 barnabílstóla í flugið sem ég var svona þetta full mikið fyrirtæki, hljómaði mjög óspennandi að gera þetta en ég þurfti að vita hvort það væri lægi og hvort það væri gerur einhver annað sem myndi svona aðeins lóðsa mig. Hvað hringdur í boga eða? Já, með 2 stráka. Nei, og skilur, og svo maður að hringja í Icelandair, skilur, og þá maður sendur eitthvað símaver til Indlands, skilur, og maður bara, heyrðu, ég vil bara hringja og tala beint við einhvern sem bara tala við Sigrúnu. Já, sem bara við flugvélina, skilur og þetta er tákgrænt fyrir hvernig það verður að vera í Evrópusambandinu. Þú veist, þú sem kjósandi, þú myndir vel bara vilja hringja beint í alþingismanninn en þú ert bara, já, byrju, íta 2 og þú fær bara framkvæmdastjórn Evrópusambandsins skiptiborð, skilur. Það er það, þú verður bara að tala við þau, skilur. Það er raunverulega þannig, skilur. Þannig að þetta er beinlega sama tilfinning og ég fæ því ég reynda að hringja Icelandair, sko. Og þú skalt bara gera svo vel að vonast til þess að einhver þingmaður sem þú getur ýtt við, að þeir núna búið í þannig samfélagi og við bara þekkjum það vel sem þingmenn að fólk kemur til manns með erindi alltaf milli himins og jarðar, sko. Og ég hef skynjað það líka bara á fundum all land, alltaf, að fólk bara leggur mjög mikið upp úr því, hvort sem landsbyggðinni eða Reykjavík, að hafa bara reglur í tækifæri til þess að bara komast í beint samband við þann sem síðan ræður hlutunum á Alþingi. Þetta er bara algjör lykill í okkar pínur litla samfélagi sem hefur þessa miklu samheldni og þessar stuttu boðleiðir sem eru bara að mínu mati gullið í samfélaginu því það svona stutta boðleiðir það byggja á ákveðnu svona samfélagslegu trausti sko, sem er bara ákveð krydd sem að bara þú hefur eða hefur ekki og við bara höfum það að fara með það yfir í að kerfið verði bara þið verði bara að vísa til einhvers annars þeir ráða þessu, við ráðum einhverjum þetta ESB réttur er beinlínis rétt hærri en það sem við samþykjum hér á Alþingi. Já. Það er beinlínis bara komin rétt hærri heimild við höfum bara ekki síðast orðið lengur. Þetta er bara eins og ég segi, ég bara kemst næstu við að hugsa þetta, hvað þetta er afdrifarikt og hugsa út í það, að vera að gera þetta núna af eins ótrúlega óskiljanlegum ástæðum og málefna þroti, sko. Sérstaklega þegar að býða okkar stærri verkefni eins og við höfum aðeins komið inn á hérna, ég meina verðbólgan og vextir og allt þetta. Þetta eru verkefni sem maður upplifir það að ríkisstjórnin sé búin að bara kasta inn handklæðinu í. Við sáum nú bara í vikunni að það AGS, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, var að spá því að Íslenska ríki myndi ekki ná hallærislegu fjárlög fyrir árið 2021. Það er ljóst að AGS er ekki búið að skoða Instagram síðu Viðreisnar og Samfylkingar, þar sem er búið að segja að þessu búin að laga ríkisfjármálin og ná í hallærislegum fjárlögum 2027 sem að allir vita að eru bara engar líkur á að gerist. Nei. Samt bara, þú veist, í síðustu viku var Kristrún að tala um það, við tala í Bylgjunni, að þeir eru hallærislegum fjárlög næsta ári. Þau lifa einhverjum sýndarveruleika sem að engin annar tekur þátt í, sko. En er þetta ekki bara þýðingavandamála því að þeir þekkja að koma svo mörg nýjarði frá þessar ríkisstjórn? Það er aðhald á tekjuliðinni og það er sækja tekjur og er þetta ekki þýðinga? Þeir skilja bara ekki skilabúðin, sko. Já, þeir munu sækja þennan stöðuleika, hallærisfjárlög. Ef þeim þá tekst það, þá verður það auðvitað með skattahækkunum, stórfelldum skattahækkunum, skattpíningu á eins og ég sagði áðan skattpíndustu þjóð heimis, sko. Já. En þá finna menn bara einhver aðra leiðir, ég meina, Hallbjörn Árni hlyti bara aftur til Barcelona, sko. Það bara, já, ég meina það er bara þannig, skattgreindur þeir geta flutt. Já, og svo sá ég að Kristrún segir líka bara efnahagsmálin og verðbólguna, hún er að þróast rétt átt, ég er að horfa að frétta á VF Vísis, þar sem hún heldur þessu fram, í viðtali við Stöð 2 núna á miðvikudaginn, við sín, að hún til að bara efnahagsmálin og verðbólguna vera að þróast rétt átt. Þetta er ekki eins og teiknimyndafígúran sem situr í svona brennandi húsi og segir I'm fine, þarna, nei, ég meina ég fórum yfir það fyrir hérna að þetta er auðvitað kjarni málsins í þessu að ef maður spyr Kristrúnu hvað breyttist á þessum 2 árum frá því hún talaði svona afdráttarlaust það í aðdragandi kosninga að vera ekki farin í Evrópuleiðangurinn að það breyttist auðvitað að henni mistókst að fara hérna í og maður getur séð það svo skýrt í ræðum hennar hérna í aðdragandi að síðustu kosninga sko hvað þetta átt að snúast að
að ná stjórn á efnahagsmálum hérna, og ná stjórn á ríkisútgjöldunum sem hún talaði alveg sérstaklega og ná stjórn á sko bara ríkisfjármálum. Það var... Við vorum að rifja upp fyrir viku og hún var svolítið kjörin út á það líka. Og fann að tala eins og einhver svona fjármálahaukur bara. Og svo bara er komið þarna inn og það bara farið í stóra útgjaldaaukningu á hverju sviðinu fætur öðru og slegið met í því og svo einmitt fatta menn bara, já, þá ekki bara alveg eins gott fyrst að aðstæðnur svo slæmar að drífa þetta bara af, sko. Og þetta eru meira hátt af vonbrigði með þessa ríkisstjórn að þetta skuli ekki hafa gengið betur eftir. En síðan það þetta með kjör almennings í víðari skilningi sem ég hef reynt alltaf að halda á lofti í þessu samhengi að menn verða og það er svona allega með miklum vonbrigðum eins og ég fjallaði nú held ég í eldhúsdagsumræðum að skynja það til þess að ég hef náttúrulega alltaf talað innflytjendamálin hérna í stóru samhengi og öllum sviðum að hér þarf að fara náttúrulega í miklu sko skipulaðari aðgerðir til dæmis í því að koma fólki úr landi sem á ekki að vera hérna og búa til hvata í kerfinu til þess að menn fari hérna úr landi sem ekki að vera hérna og sömuleiðis bara þar með að bæta lífskjör þeirra sem hér eru sko að þetta bara mikill póstur í hvort sem ríkisfjármálunum, velferðarkerfið, kostnaður í löggæslu. Við erum alltaf að sjá núna bara að fangelsin hérna eru orðin þannig að menn þurfa að senda úr landi fanga eftir þriðjung afplánunar óháð brotaflokki eins og maður sér í fréttum núna í dag, var ekki í dag, þar sem menn fá 16 ára dóm fyrir manndráp en eru farnir úr landi eftir 5 ár. Og hvers konar óyndis úrræði það fyrir fangelsiskerfi að vera með það yfir fulla klefa að þurfa að í raun og veru bara að sleppa því hreinlega, að refsa fólki og maður heyri það bara að yfir fullu klefarnir eru ekki bara að valda þessu óyndis úrræði heldur líka bara því að margir sem eru að fremja glæpi eru bara algjör að koma upp á lagi með það að það ekki verið að setja inn í steinin. Já. Það myndast bara lögleysa. Já. Þetta bara lögleysa. Og að menn sko einmitt skuli ekki taka fastar á því öllu það sem ég benda á og sömuleiðis með og ég nefndi nokkur svið og sömuleiðis nefni ég líka alltaf sömuleiðis húsnæðismálin og innviðina, leikskólamálin, skólana að ef að við mótum ekki af því að eins og ég líka nefnt með EES-kerfi ég náttúrulega í grundvallaratriðum ég náttúrulega efasendamaður frjálsa för fólks á EES-svæðinu og hvað þá í Evrópusambandinu og það náttúrulega önnur umræða sem við getum tekið hérna meira dýptina í sérstökum þætti sko en sko Ég hef aldrei almennilega fyllilega skilið hvers vegna við þurfum að hafa frjálsa för fyrir mörg 100 milljónir manna til Íslands að það sé bara frjáls búseta allra Evrópu á Íslandi. Ég hef aldrei almennilega skilið hvers vegna þetta nauðsynlegur hluti þessa samnings og þetta það sem ég hef sagt í EES-umræðunni að þennan þátt tel ég að við höfum heimild innan EES til þess að beita okkur. Liechtenstein gerir þetta á sinn hátt gerir bara ákveðna takmörkun á fjölda, kvóta á fjölda útlendinga frá Evrópu sem eiga að setja stað, að það hefur verið stóri strömmund til okkar og auðvitað fer þetta upp og niður aðeins eftir sko atvinnuleysi eða síðan þenslu en til lengri tíma þá lýðfræðilega þróun hérna stóra máli fyrir mér og líka hagsmunamáli almenning sko, þannig að það ég veit ekki eins og akkur ég fór að tala um þetta, ég bara efnahagsmálum í víðari skilningi, mér finnst alltaf bara, mér finnst það svo skrítið eins og Hvað þá við? Mér finnst bara svo skrítið, ég nefndi bara í samhengi við efnahagsmálum og kjör almennings, þannig að mér finnst svo oft rætt húsnæðismálin og húsnæðisskort hérna, eins og þetta sé bara eitthvað náttúrulögmál og að eina atriði séu vextirnir. Sko, vextirnir eru sannarlega, þetta eru lánakjör sko, þetta er framboð og eftirspurn. Og sá sem hvað harðast best fyrir inngöngu í dag, til dæmis Davíð Bjegetsson sem eru ábyrgur fyrir stóru hluta þessu kerfi. Og Pavel Bartósek, það eru bara þeir tveir bræðurnir sem að bera ábyrgð á húsnæðisskorti og háu fasteignaverði á Íslandi sko, verðbólgu. En þeir myndu aldrei nokkuð tíma fallast á það með mér að það væri eitthvað mögulega við það aðtúa að ég sé bara botlaus frjálsför fólks. Þeir myndu aldrei þeir myndu ekki taka þátt í ég reyndar kannski ekki rætta við að privata persónulega en vandamáli kannski lendur að hliða hana mér haust og getur að tekja þetta. Ég hef alveg rættað við Pavel og mér finnst Pavel sína ýmsu skilning en mér finnst flestir úr stjórnmálastéttinni skella skollaeyrum við þessum ábendingum mínum. Það er bara mín tilfinning. Ég hef nú minnstar áhyggjur. Meira það að þau bara útúðar fyrir að varpa. Eða þá eitthvað þaðan að vera. Ég ætla bara að segja það, ég hef minnstar áhyggjur af EES-borgurum sem setjast hér af streymi sem hefur verið. Ég skil það vel, ég hjartanlega sammála þér í því að það alls ekki sama
hvaða hópa við erum að tala sko, alls ekki sama og auðvitað þurfa að forgangsraða í þessum málum sko, en ég alltaf að tala bara, sko, horfðu bara 30 ár fram í tíman eða 50 ár fram í tíman af óbreyttri þróun af EES-borgarum að koma inn til landsins versus Íslendingum að fæðast og þú fær mynd sem að ég mun ekki sett mig við. Ég ætla aðeins að brjóta þáttun upp hérna, af því að við erum uppbyggilegt hlaðvarp og við ætlum að kveikja á grillinu, kveikja á yfirtúrgrillinu og ég baði ykkur að finna fyrir mig hrós vikunar. Ég ætla reyndar að fá að þjósta til því og koma með hrós sjálfur. Af því að við verðum að vera jákvæð og uppbyggileg og allt þetta. Strákar, grillið komið í gang? Yfirtúr. Eru þið duglega að grilla eða? Já. Maður minn duglegur að grilla. Nánast á hverjum degi. Já. Það? Vel gert. Ok. Það bara... Þetta bara langt besta leiðin. Ekki? Og sumrin og vituna. Já, ég grilla. Ég syns að þau voru tvíhöfði og voru að tala að skella öll á grilli, bara hverjum er ávöxtum og hverjum sko. Ég er ekki alveg þar. En bara öllum... Það er hægt að grilla allar ásring. Já, grill er frábært. Það með þess að kosti með yfirstórgrillum. Já, heldur betur. Við grillum á aðfangadag með þess að. Já, hvað er þetta að grilla á aðfangadag? Já, svo honum ég vildi, að því að maður var að fara í keppnisverð, var að fara í handboltaferð og vildi ekki reykt kjött. Þannig að litli prinsinn fekk nautastek á aðfangadag og við hinn vorum í hamborgarrygg, sko. Já. Þannig að mamma stóð hérna klukkan 5:30 út á sölum að grilla. Þannig ég leyfi þér aðeins að við vinnum aðeins fyrir sponsorana, hvað erum við að tala með þetta grill? Evertúr? Já. Sko, ég var að fyrir að mynda þess okkar. Ég fer alltaf í hlaðið upp og ég leyfi fólki alltaf að tala svolítið vel sponsorana, tek bara þátt í. Þannig á það að vera, sko. Já, ég er að segja Evertúr. Ég er nú gamall fjölmiðlamaður, ég veit að þetta greiðis ekki sjálf, þannig að talaðis bara upplýst okkur um þetta grill. Við erum ekki sponsa heldur samstagsaðalega. Já, ég er að segja það, að sjálfsögðu. Þeir græða mér en ég á þeim, sko. Og þú myndir aldrei auglýsa neitt nema og væri elskar það sjálfur líka. Það er alveg rétt kannski með þetta. Frábær grill úr áli, ryðgekki, svo alltaf grillið sjálft úr stáli, þú veist grillgrindin. Já, þetta er bara gas eða ekki? Jú, það er eitthvað til kólagrill líka. Já. Þannig hérna... Þú stendur með því, þetta ryðgar ekki, þú reynslað því. Ég var ekki með kofur á mínu síðasta vetur. Já, ok. Ég finnst það óásættanlegt, bara með fullri vinningu. Þú verður að hafa eitthvað á grillinu. Það þarf ekki með Evertúr. Það sést ekki á því. Ok, það er enda ótrúlegt. Ég skal fara heima eftir, senda það mynd, það sést ekki á því. Ok, það er enda ekki ryðblettur. Sko, ryðfrítt stál er að miklu dýrara en hins einn, sko. Þannig að þetta er ál. Ryðfrítt ál. Já, flott. Hérna fengum við sendað skemmtilega mynd, við vorum með sumarleik og sumar sem við ætlum að, í maraþon í næstu viku, ætlum að velja vinningshafa sem að fólk er búin að setja ykkur svona grillmyndir í sumar, alls konar fólk að grilla og hafa gaman og hérna, það er svolítið flott hérna sem fengum sendað íslenska fánunum fyrir nefndum. Tryggir að mig. Nei, ekki? Jú, þjóðurömba. Og það ætlum að vera með ferðagrill frá Evertúr, við ætlum að vera með kaldabjór og kjötveislu frá kjötkompaniðinu fyrir einhvern heppir vinningsaðala. En, hrósvikunar, svo við förum með það. Ég ætla að fá að hrósa Sævari Helga. Já, hann á það líka skilið. Upplýðuð þið almyrkvann í gerð? Já, ég gerði það nú. Já, ekki sko deildamirkvanna því það sást ekki nógu mikið en það var ótrúlega merkilegt að upplifa þessa stuttunótt eins og Sævar var búin að undirbúa mann fyrir. Voru þið bara heima eða? Já, bara í næstu götu. Já, ég trúði sko ekkert að neitt myndi gerast. Ég er bara alltaf í þannig svona... Þetta er bara samsæðiskenning. Já, þannig að ég trúði ekkert að neitt myndi gerast. Þannig ég er bara svona, ok, við getum alveg farið, skilur. En þetta var mjög merkilegt. Það var svona hægt og rólega dimmt, sko. Og ég helst þetta er þið bara svona 2000 vandinn. Þetta er bara eitthvað svona... Já, nei, þetta er bara eitthvað algjört blað, sko. Þú veist, eða bara eitthvað svona rétt svo dræfi ský fyrir sólu einhvern veginn. En síðan var alltaf alveg skýjað og svo var alveg dimmt og vorum þetta með strákana og þeir bara komin nóttin. Þú er ekkert viljað nota það með krakkana? Já, þeir voru bara eitthvað gauðir, eigum við að vera úti með núna, með þetta eitthvað sens. En ég hugsaði svo mikið að því að síðast var þetta undir lok 15. aldar hérna á Íslandi, sem það sást frá allan að Reykjavík las ég, að þetta eru bara mörg 100 ár. Og ég fór að setja mig í spór þeirra sem skilur lendi í þessu það var engin stjörnu Sævar á bylgjunni að undirbúa þau, sko. Það var bara, hvað er að gerast hérna, skilur, af því að þetta var náttúrulega rosalega svona áhrifaríkt, sko. Þannig að ég hugsaði bara forfeðuna. Já, það er alveg skemmtileg pæling, sko. Já. Það er hérna... Hvernig fólk upplifir svona hluti? Já, þau höfðu örugglega sína skýringar, skilur. Eitthvað trúalegt. Satan. Eitthvað sliðis. Satan, já. Það er einhverju betra báli fyrir þetta, sko. Þetta var í kaþólskunni. Mjög líklega þá, sko. Já, þetta var í kaþólskunni. Eru þið með hrós fyrir mig? Hrós, já. Og fyrir hlustundur? Já, ég er með hrós. Ég ætla að hrósa framtakinu kíktiipakkan.is og bara mæli með að fólk skelli sér inn á því að maður hefur orðið var við að forvitni er að plaga hérna hluta landsmanna sem að verðast ekki vita hvað snýr upp niður varðandi Evrópusambandið. Já.
Og þá kemur að góðum notum þetta skemmtilega pakkadagatal á síðunni kíkti-pakkan.is, það sem verið að svona opna pakkar sem eru bara alveg skoteldir varðandi Evrópusamdi. Þú fær bara einn pakka á dag. Já, einn pakka á dag. Þetta er bara svo jóladagatalið. Akkurat, jólun komur snemma. Jár. Já, ég tek undir þetta. Mér finnst það flott framtak. Mjög skemmtilegt. Svo hef ég sér náttúrulega einhver vídeo frá þeim á samfélagsmiðlum. Já, mjög skemmtileg vídeo, svona gamansum. Ok, svo ekki kallinn hann fyrir að kostum. Algjörlega. Já, þetta er eitthvað mörgu samt, sko, þegar maður sér að það hefur mörguleiti verið svona upplífgandi að sjá kraftin í bara alls konar nýju fólki sem vil beita sér í pólitík. Af því að við pólitíkur sem erum stundum svolítið skildir eftir með pólitíkina í okkar höndum, bara skiljaðlega, það er líklega það sem við erum að fá borga fyrir, sko. En núna bara, þú veist, virkjast fólk og það er ekki vegna einhverja hagsmuna eða það er bara einhver tilfinning, sko. Og það er bara mjög hreinræktuð svona samstaða sem myndast, sko. Og það var gott myndbandið mitt þarna með hvort það hefur Júlíus Viggó og stelpa þarna úr sósíalistum, skilur þau svona hlið við hlið. Hann er svolítið svona bad boy, hún er eitthvað út vondur, ég er við erum samt saman í þessu, skilur það. Það var svona falleg lok á þessu myndbandi. Þannig að þetta var svona, það hefur verið óvænt ánægja að það myndist samstaða eitthvað ákveðið mál, ákveðin þverskurði þjóðana, því við erum svo vön því að ekki bara erum að rífast pólitískt, heldur eru flokkarnir líka stundum svo, auðvitað, bara eðlilega samkvæmt, skilur, þeir eru ekkert alltaf að hjálpast að. En þarna bara gerist eitthvað sem væri líklega gott að fá meira af í víðum skilningi í íslensku samfélagi, bara einhvers konar samvinnu. Sólveig Jónsdóttir er búin að koma hingað. Já, Sólveig er farin að mæti þjóðmál, skilur, það er frosið í helviti. Þú veist, en það er skeifu kenningin, minna, það er það ekki punkturinn að, skilur, þú veist, ok, ég er kannski einhver svakalegur hægri maður, þú ert kannski einhver svakalegur vinstri maður, en við erum sammála það er ekkert verra en plebbakratinn, sko. Þú veist, við getum verið sammála þetta og það er bara gott að þetta sé svona að sannast fyrir þjóðinni, sko. Mjög gott. Ert þú með hrós? Já, hrós. Já, ég ætla að hrósa Ríkisútvarpinu fyrir að ná exklúsífu viðtali við Kristrúnu Frostadóttur og telja formlega á fundi hjá henni hvað mættu margir á Eskifirði. Já, vel gert. Einhvern veginn var Björn Malmquist að taka þetta viðtal. Ég veit ekki hvort hann hafi verið á Eskifirði, en hann er svona iðulega upptekinn við að tala við einhverja búrókrata í Brussel. Einhverja búrókrata lúsera þarna í Brussel. Björn Malmquist sem fann sko daginn 2 þingmenn sem töldu vinnu sinna skipta máli. Sko. Já. Það gerði sérstaklega frétt það, sko. Já, Björn Malmquist einhvern veginn var komið til Eskifjarðar og restina tökuliðinu, svo það kannski skýrir sko að RÚV tók ekki viðtalið Karl Baudenbacher. Líklega fremsta sérfræðing í heimi á svona þegar kemur að sambandi Íslands við Evrópusambandið, þegar hann kemur og heldur fyrirlestur fyrir vel á 300 manns, tók ekki viðtalið hann, voru ekki með mönnun. Hetju á Íslandi, sko. Voru ekki með mönnun í það, en komust til Eskifjarðar að telja inn á fund hjá Kristrúnu og fyrirsögnin eitthvað svona þjóðin getur átt samtal. Hver er fréttin? En það er svolítið skemmtilegt skildi hafa verið Björn, af því að hann er auðvitað útsendari RÚV í Brussel. Já, hvernig komst til Eskifjarðar? Akkur hann til Eskifjarðar? Já, hann er farin að hann er mættur til þess að leyfin að hlusta. Hann er bara mættur til að leyfin að hlusta á sig. Þannig að það fær hrósdagsins fyrir RÚV að leggja á sig, að taka Eskifjörð föstum tökum í þessu sambandi. Óvænt hrós. Já, ég meina auðvitað, maður verður að hrósa þegar eitthvað vel gert. Púlistráka, voru við ekki með mynd af hlustunafundi Kristrúnar? Það var ég var búin að sjá þetta fyrir mig svona einhvern veginn. Já, virkilega fullum hljómgæðum. Já, hún vil hlusta á þjóðina. Já, nei, það er auðvitað, sko, þannig að maður bara kvarti einlæglega undan því, þá er þetta svo ótrúlega gaslýsing að kalla þetta hlustunarfundi og ég sé fyrir mér einhvern veginn þau að kokka þetta því ég þekki nú þetta ágæta... Þetta er kópering frá breska verkamannaflokknum. Já, er það málið, ég þekki náttúrulega þetta ágæta fólki kringu Kristrúnu ágætlega og ég sé fyrir mér hvernig þessi fundur hafa verið með þeim bara, þú veist, stundum taka þau áróðurinn, þú veist, það langt, að taka snúningin það langt að maður er bara heyri, come on, þú veist, þetta er alveg óþægilegt, skilja, kalla hlustunarfundi, auðvitað, heyri, hvað erum við að gera þetta? Hún er búin að segja í viðtali, hún er að reyna að fá já fyrir Evrópusambandi, hún getur bara sagt fundur Evrópumálin, skilja, það er ekkert mál. En kannski er maður örugglega einmitt að grípa beituna og býta agnið með því að pyrra sig yfir því, þannig ég ætla ekki að pyrra mig yfir því. Ég segi bara fulla ferð áfram og haldið endilega áfram að taka upp góð ráð frá verkamannaflokknum í Bretlandi. Ég held að þetta gengur svo vel þar. Ég ætla ekki að trufla þig, sko. Síðan var annar liður sem við ætla að minna á vini okkar í GB-ferðum sem eru að bjóða upp á alls konar ferðir sem við vorum með tilboð á Carton House Írlandi sumar.
eru núna með tilbúið til La Manga á Spáni og verð þarna hvað 209.000 í staðinn fyrir 239.000 í heila viku. Ég ætla að leggja smá traut fyrir ykkur, ég er ekkert búin að undirbúa þetta. Þið þurftu að taka einn þjóðarleiðtoga með ykkur í viku ferðalag. Til dæmis bara golfferð á Spáni við GB-ferðin. Hvernig myndið þið velja? Það þarf ekki að vera völd núna, það þarf að vera lifandi. Setjum regluna þar. Lifandi. Já. Býttu nú við. Það er ekki að segja Winston Churchill eða eitthvað svona. Í golfferð. Á Spáni í viku. Það er svo mörg að taka, maður. Það er svo margir þjóðar. Og ég veit hvað ég myndi taka. Jóhann Pétur frá GB-ferðum, hann býður bara við síman og hvernig hann á að bóka með ykkur. Já, ég myndi taka Meloni með mér. Já, og ég bara stutt fyrir hann að fara. Stutt fyrir hann að fara og og þú myndir bíðast afsökunar því að hafa drullað yfir Ítalíu þetta í þessu myndböndinu fyrir sumar. Ég myndi fara það með henn að þetta hefði verið sko undiróðstarfsemi út af ESB áróri og létt grín. En ég myndi vera hann að vilja koma með. Er það ekki? Ég myndi taka með snúna, hún er grjóthörð og hún er auðvitað mjög hávær gagnrýnandi á Evrópusambandið og þróun þess. Já. Og já, ég myndi taka hana með mér og hún fær svona auka hrós vikunar fyrir að vera svona hávar og fylgin sér í þessari umræðu og auðvitað sérstaklega þegar kemur að innflytjendastefnu Evrópusambandsins sem er auðvitað algjörlega beðið skipbrot og með allt það sem við losnum við með því að vera í EES-samstarfinu bara. Já, tekundi þetta. Ég sé að það mynda Berlusconi, maður hefði nú alveg tekið túr með honum líka maður. Ég er ekki viss að frúin myndi leipa þar með Berlusconi, sko. Nei, það væri ekki þannig ferð. Það væri ekki þannig ferð. Ég held að alla ferðir sem með honum séu þannig ferðir, sko. Hvíl í friði, maður. Nei, velja þjóðarleiðtoga. Þú veist, í golfið, ég meina, Trump er náttúrulega mjög góður í golfið, en ég held að það sé ekki mjög gaman með Trump núna. Það er alltaf golfið þarna hjá þeim. Ég er ekki sem myndi reyna heilir viku með honum, sko. Nei, hann er, já, ég ætla ekki að fara að segja mikið, en hann er ekki, ég held að sé ekki alltaf skemmtilegt, sko. Ég held að sé alltaf skemmtilegt, sko. Macron, myndi taka Macron. Er það? Já. Myndur reyna því? Macron er svona, ég er hissu þessu vali. Ég hitt hann að tala við hann þegar hann kom á fund hérna í Reykjavík, það var í blaðamaður stötu og ég talaði við hann og mér varst svona mjög notaleg orka frá honum og hann er að mörguleiti sko ég er ekki endilega fylgjandi hans pólitík og hann er að mörguleiti mjög ósammálaný en hann er samt áhugaverður út frá mörgum sjónarmiðum hann er svona það sem ég kalla í Evrópusambandinu, hann er þessi eitraða miðja sko, þessi stór hættulega miðja sem bara einhvern veginn, þú veist, hvað Er það að segja það sem hrós eða sem löst? Já, sko, sem löst í raun og veru vegna þess að þetta er algjört hugsjónaleysi oft sem ræður för, en þetta er einhvers konar svona makjavelískur hæfileiki til þess að búa til ný bandalög og halda völdum á þessari eitruðu miðju. Þetta er eitruðu miðja, það gerist ekki mikið, hlutinir eru alveg að fara til fjandans á ýmsum sviðum, en þú einhvern veginn sko, sveigir þið framhjá því og heldur völdum. Þannig að þetta er svona mér finnst hann áhugaverður út frá því og mér finnst hann líka að því við erum að tala um Evrópusambandið, mér finnst hann holdgerðingur margs þess sem að einmitt að því að ég var að tala um svona andlega líf mitt sko, sem er svona þungt á andlega líf mitt gagnvart Evrópusambandinu. Þetta er svona einhvern veginn, mér finnst ekki sko, það er ekki hönd á festandi á þetta fólk. Hvað viltu? Hvað ertu? Hvað er þetta? Fyrir hvað stendur fyrir? Einhvern veginn daginn þá var Macron að tala um sko, þarna, alltaf patriotism sem er svona einhvers konar patriotismi, þú veist, það er svona einhvers konar þjóðrækni kannski, en við ætlum alltaf að standa með patriotism en aldrei nationalism, aldrei þjóðurnis stefnu. Og þetta er svona ekta ESB. Hvað er þetta að tala um? Hvað áttu við? Akkur má vera patriot en ekki nationalist? Þú ert alltaf að búa til svona hillu þar sem að þitt dót er leyfilegt en eitthvað annað er eitthvað svona sama hugsun eiginlega en eitrað og ljótt og þú mátt ekki vera með. Þegar þú spyrir hvað áttu við, þá er svarið þeirra bara klára fólki skilur það. Já, klára fólki skilur það og það er, þú veist, það er ekki og þetta er sama sem að finnur frá sko til þess Þorgerði núna og hún er ofta í svona merkimiðum og tala um sko hvort hann hafi verið viðtali að tala um ultra hægri alltaf að reyna að búa til þá hann að vísa sko íslensku flokkana. Já, íslensku, jafnvel alla bara, ekki bara, já, alla sem eru einhvern veginn til hægri við, ég veit ekki hvað, sko. Það getur vel verið að ég sé örugglega vinstrisinnaðri en Þorgerður á einhverjum sviðum, en ultra hægri er einhvern veginn svona merkimiði og populisti þegar það eru ekki til verri populistar á Íslandi en í Viðreisn. Og þetta segir maður bara með góðri samvisku og hreinan skjöld að þetta er bara skjalfest staðreynd íslenska stjórnmála.
að þá eru samt allir aðrir einhvern veginn popúlistar og það er hætta vaxandi popúlisma og þetta ógeðsleg svona áróðursbrella sem notuð til þess að gaslýsa venjulegt fólk að þeirra skoðanir séu einhvern veginn svona eitraðar og eitthvað að þeim, þannig að eitraða miðjan, það svolítið Macron sko. Sko, hæfileikin til að halda völdum þrátt fyrir allt sé að fara til fandans, mér finnst þú bara vera að lýsa David B. Eggertsson. David B. náttúrulega vissanhátt svolítið eitraða miðjan líka. Þú veist, auðvitað hann sko, stundum reyndar maður myndur á þenn að þingi hvað hann ótrúlega mikill vinstri maður, en hann samt líka mjög mikill vinstri maður. En hann svona hreinræktaður Evrópusinna vinstri maður. Hann var til þess að tala það að hann vildi taka í gegn vinnumarkaðsmódelið áður en farið væri inn í Evrópusambandið og farið inn í Evrópusambandið. En David B. svona ég veit ekki, en samt elskar hann ekkert meira en einhvern veginn félagsbústaðkerfið. Þannig að þetta svona einhvern veginn lág laun en vill bara gefa það drasl á vegum ríkisins. Það svona konseptið. Ég hugsa að ég myndi frekar vilja fara í viku með Dilljó og Meloni. Já. Þú veist, en þú veist, ég virði þína skoðun. Ég og Macron værum í mjög, sko, ég myndi heldur ekki vilja fara með honum þarna Merz, af því að hann þú veist, hann líka svolítið niðri núna. Þetta svolítið erfitt að vera til hjá mörgum, sko. Erfið verkefni sem þið dýraði. Það ekki mjög bært framöndan hjá þeim, sko. Nei. En mér finnir endar að þannig að þú veist, það alveg mjög vöndu að ráða þegar þú segir, skilju, hvaða þjóðleiðtoga vill maður fara með, sko. Meloni, hún allir víða mjög óspennandi. Hún einhvern veginn þannig að hún ber svolítið tilfinningar svolítið utan á þessu stundum og með að, þú veist, hún ekki með gott pokerface og það til alveg ótilandi brot á Twitter og út allt það sem að, sérstaklega það sem hún hittir Meloni, svo þau að spjalla eitthvað, svo búin hún svona rúlar augunum. Já, hún henni finnst það greinilega algjör auming. Já, sást ekki myndbandið með Trump og Meloni þegar hún var einhvern veginn bara að baða út höndum og drullið yfir hún Trump náttúrulega bara að heyra það sko, einhvern í sumar sko. Já, þetta alltaf, já, ég hef alveg verið til í Mér finnst hún alveg geggjuð típa sko. Já, Meloni ég gamla henni. Meloni mín kona sko. Þarna Já, þetta mín kona að ránkóla augunum yfir þínu manni, Snorri. Já, Macron, þið sjáu hann þú veist, eins og ég segi, og svo hafa verið svona alls konar eitthvað furðumál í tengslu við hann og hans persónulega líf og alls konar svona, hann bara mættu daginn eftir og bara sælis. Það býtur ekkert á hann, sko. Nei, hann svona svolítið áhugaverður þó að reyndar margt stefni í það í frönsku stjórnmálum að það gæti orðið breytingar. En Meloni sannlega áhugaverð típa og hún að mörguleyti hefur ákveðna sérstöðu og horfir á allt Evrópusambandið, allan og svona þessi ríki sem eru hvað næst okkur, þá hefur hún ákveðna sérstöðu í pólitík og hennar ríkisstjórn. Þarna eru flokkar við völd sem að oft látið eins og ef komist til valda muni bara heimurinn hreinlega farast. Þannig fjallaði rúfum það þegar hún komst til valda. Já, en svo bara hún bara með sínar pólitísku áherslur, svona þjóðernis áherslur og annað eins. Reyndar hafa nú margir leiðin á hálsi fyrir að taka ekki eins hart á innflytjendamálum og krafan en það bara önnur saga, ég kann ekki segja alveg til það. Meloni, ég held að við ættum að fara þrjú eða double date, ég og Macron og þú og Meloni. Gæti ekki líka. Nei. Já, það verður gaman að fylgjast með því. Við sjáum að við erum að tala um ESB. Stuðullin á EPIC, hann búin að breytast frá því síðustu viku, var ekki komin 1,8, ekki rétt mér, Birgir? 1,7, já. Og hann búin að lækka aðeins aftur, þannig að það greinilega einhver hreyfing á stuðlunum þar, fólk að móta þessu skoðun á þessu, enda bara 2 vikur í þetta. Þess að þú aðkvæmstu. Já, þetta nú, mér finnst þetta áhugaverði stuðlar. Þetta þýðir náttúrulega að það sé alveg yfirgnæfandi líkur samkvæmt þessum líkum sem þeir eru að byggja á að neyið verði ofan á. Já. Og þeir sem eru þannig innréttaði geta farið á hlaðið á það. Já. Þetta takt við skoðanakannir. Ég nú búin að vera að segja þetta við fólk og var að segja þetta við Dilljá áður en við byrjum, að ég tel að svona farið þetta. Það mín tilfinning, sko. Að neyðið vinni. Já. Ég geti minnst að tekið undir það að maður finnur, eins og þið voru að tala um hér áðan, að fólk að átta sig á alvarleikanum. Að það sé eitthvað annað og meira undir heldur en einhver saklaus konunarlegingur, það séu bæði mjög brýn verkefni sem býða og getur þá orðið út undan á meðan. Já. Og svo líka bara að það felst í þessu mun meiri skuldbending heldur en að stjórnvöld vilja láta vera. Já, svo áhört í þessu líka þegar við vorum að tala um Bátabakkar sem var til dæmis í þessu erindi eða þessari umræðu þarna á fundinum í Sjálfstæðissalnum að tala líka eins og hann hefur verið að tala að sko, menn verði að setja þetta í rétt samhengi, þessa ákvörðun, að þetta augljóslega skref í áttina því að fara inn í ferli gagnvart Evrópusambandinu sem verður bara sífellt erfiðar að snúa við.
Og þetta segir hann sem auðvitað einn helsti sérfræðingur í hvernig svona samband að milli þessara ríkja virkar og hvernig Evrópusambandið hegðar sér í alþjóðapólitík. Og þetta sannleikurinn í málinu. Þetta það sem rétt, að þetta stórt skref í átt að því að fara inn í ferli með Evrópusambandinu sem erfitt að snúa út úr. Og það má nú líka vísa í ágæta grein Geirs H. Haarde sem hann held ég að skrifa í Morgunblaðið í dag, þar sem hann að fjalla áhættuna sem í raun og veru tekin með þessu gagnvart til dæmis EES-samstarfinu og það nú meira tauga áfallið sem svona viðreisnar liðar fá ef að menn svo mikið sem anda á hagsmunir Íslendinga gagnvart EES-samningnum, bara svo mikið sem nefna EES-samningin, að þá eru menn konur á móti EES-samningnum og ætla að fara að fórna íslenskum hagsmunum fyrir, ég veit ekki hvað, en það bara eitt flokkur á þingi sem vill gera út af EES-samningin og það Viðreisn, með því að fara inn í Evrópusambandið. Samfylkingin svona hálfpartinn. Samfylkingin að því eins langt á það að ef þú ferð inn í svona Evrópusambandsviðræður og þær klúðrast og rétt eins og einmitt Steingrímur J bendi líka á í sinni grein að það eru nú nokkur ár sem það tekur okkur að jafna okkur á því við Evrópusambandið ef við förum í einhvern veginn misjafnað aðildarferli í stað þess að halda bara í horfinu hérna með EES-samningin, gæta okkar hagsmuna innan hans og einmitt halda áfram að vera sjálfstæð að öðru leyti í utanríkismálum sem bara rosalega mikils virði fyrir okkur Íslendinga. Að það þá enn fremur sem bætist ofan þetta að ég held að fólk sé að fatta að þetta sé þessi heildarmynd og svo segir maður svo sér maður, þú veist, ég sá hvort það hefur verið formaður ungra viðreisnarmanna var eitthvað komin út í göngutúr á TikTok eitthvað, það bara áreita, við erum að kjósa þú veist, hvað segir hann, aðildar viðræður bara sjá pakka eitthvað bla, skilur sem alltaf stærsta mýtan í þessu. Já, við erum að kjósa þetta, við erum ekki að kjósa aðild að Evrópusambandinu, ekki að kjósa bara, heyrðu, rosalega hefur litla trú á að fólk vilja aðild að Evrópusambandinu ef að allur málflutningurinn gengur út á að segja að þetta snúist ekki aðild að Þú getur sagt nei seinna. Þú getur bakkað út, þetta er ekkert endanlegt, þú veist, bara helst bakkað út. Þetta svona temporary tattoo dæmi, Já, bara hættu við, skilur, bara endilega, skilur. Þú getur tekið þetta kínverska táknað kemur síðan í ljós, ekki hægt. Það býsna mikið inngrip sem þú þarft til þess, þannig að það mjög áhugavert að stóru rökin sé einhvern veginn að segja þetta sé eitthvað sem að segja þetta sé ekki það sem þetta Nei, það bara hárrétt. Við sáum að við erum náttúrulega bara að fjalla aðeins Kristrún hér, það er náttúrulega breyst svolítið viður hjá henni á síðustu árum þar sem hún talaði það sérstaklega aðdragandi síðustu kosninga, við aðeins rífið þetta upp hérna, þar sem hún talaði það að það þyrfti ríflegan meirihluta og allar þessar samstöðu sem var rífið báðan. Núna segir hún á þessum hlustunarfundum og í fjölmiðlum að það þurfi bara 50,01% til að komast inn, hefja þetta aðildarferli. Já. Eitthvað að marka sem að Kristrún segir þegar hún búin að ganga svona bak orða sinna? Segð þú mér. Svona skýrlega, ég meina, hún segir það mjög skýrt í aðdraganda síðustu kosninga, að nú sé ekki réttu tími til að fara í þessi Evrópuvegferð. Hún lýsir ákveðnu plani, þar sem að hún vill mynda ykkur að breyða samstöðu á Íslandi jafnaðarmennsku eins og hafa verið gert á Norðurlöndunum og vilja fara að byggja upp innviði og einbeita sér að verkunum hér innanlands. Hún tala líka eins og bendir á það og aðspurða gengi á hana hvort það sé hægt að fara út í þessa vegferð með einhvern veginn klopninga baka sig. Nei, það bara hún algjörlega aftekur það. Og síðan, og svo þetta fræga kvótanir það sé bannað að plata í stjórnmálum. Og svo líða bara nokkrir mánuður og þá er hún bara búin að kasta þessu öllu á haugana. Og þá er bara þessi fræga endurnýtta skýring eða bara breyttar aðstæður. Hvenær eru ekki breyttar aðstæður? Hvenær er dagurinn í dag nákvæmlega svo dagurinn í gær? Geta þó ekki stjórnmálamenn? Alltaf bara lofa öllu föru. Akkur stoppa þarna? Akkur ekki bara lofa einhverju enn frekar og svo bara getur alltaf sagt. Ég meina, hún meina náttúrulega með fleiri með sér ríkisstjórn sem að lofu ýmsu og gáttu síðan ekki staðið við það. Ég segi það ekki. En þetta var svo skýrt hjá henni. Hvaða leið hún ætlaði að fara með sína ríkisstjórn? Hún fekk umboð til þess og hún var kosin meðlans út af það að hún gæti safna einhvern veginn vinstri vangnum saman á þetta verkefni og svo er hún bara svíkjað. Já, sko, og það vekur enn og aftur, þannig að maður vísi aftur til aðildarviðræðnanna hjá Jóhannustjórninni að þar auðvitað fara vinstri grænir uppálega inn í þetta að hluta til að minnstakosti af hálfum hug. Það voru væntanlega skiptar skoðanir það innan vinstri grænna auðvitað, hversu langt menn ætla að ganga í þessu, en auðvitað féllust menn að fara inn í aðildarviðræður. Og svo þegar pólitíska landslægið bauð að menn
snéru sér aðeins frá Evrópuverkefninu, þá fara menn að gera það. Og hver veit nema Kristrún á einhverjum tímapunkti ef að þessi samningar byrja bara að ganga illa, það bara algjörlega ljóst að menn ekkert að fara að fá það sem þeir töluðu þó fyrir kosningar að þyrft að fá og sem meiri hluta fylgi meðal þjóðarinnar að verða að fá. Hvort að menn byrja ekki líka bara svona einhvern veginn að segja bara já, ég var nú hvað sem ekkert svo spenntur fyrir þessu, ég held að mun ekki samþykkja þetta, þurfum við eitthvað að vera að klára þetta. Þannig að þú veist, þau eru meira sem búin að segja það líka sko, gefa þetta til kynna að þetta gæti algjörlega orðið nálgun samfylkingarinnar ef að þeir einhvern veginn sjá sæng sínu uppbreyta, Evrópumálið verður sífellt óvinsælla eða hvað það að sko, ef að pólitískir hagsmunir þeirra, fara allt í einu að bjóða það að snúa sér frá þessu, rétt eins og pólitískir hagsmunir þeirra eru núna þeirra að þetta takist, eins og Kristrún virðist vera að lýsa allan að vera þegar að verðbólga á vextir og svona fara að býta einhverju alvöru hérna, á fólk og fyrirtæki segjum bara næsta vetur þá getur svari hjá ríkisstjórninni ekkert verið það að ekki verið ónákvæm þessu, við erum í samtali við Brussel sko, við erum að klára það fyrst. Já, það og þau geta ekkert skilsa baka það sko. Nei, og svo líka bara með þessar samningaviðræður, bara hvar mun þessar samningaviðræður enda, það veit það náttúrulega enginn. Þau fara af límingunum þegar menn benda á að það sé engin formleg trygging fyrir því að önnur atkvæðagreiðsla fari fram. Það alveg rétt að það engin formleg trygging fyrir því. Þau eru sannlega búin að segja að það verði ekki farið inn í Evrópusambandið án þess að fara í aðra atkvæðagreiðslu, en þau eru líka búin að segja að það ekki tryggt með því að við förum inn í þessar aðildarviðræður að við munum enda á að greiða atkvæði samning. Bæði Kristrún og Jóhann Páll Jóhannsson eru búin að segja það alveg skýrt að það verði ekki lagður samningur á borðið sem annarkvort þeim þóknast ekki eða ríkisstjórnin sendur ekki með. Mun flokkur fólksins ekkert mann standa með samningi að Evrópusambandið. Það orðið skilyrði í ummælum Jóhanns Páls sem hefur aldrei verið dregið tilbaka að þeim mun ekki leggja fram samning sem stjórnin stendur ekki með. Sko. Þannig að sko, það eru þau sem að leika sér að hugmyndinu að þessi síðari atkvæðagreiðsla verði ekki, hvort sem það bara með vegna þessa, að þeim hendar það ekki. Þá erum við bara búin að eyða öllum þessum tíma í, og þess vegna maður alltaf að reyna að útskýra fyrir fólki. Ef að menn eru óákveðnir í þessu, þá já ekki svarið, sko. Ef menn eru óákveðnir, þá nei svarið og svo bara getur það gerst. Guð veit að stuðningur við Evrópusambandið breytist á Íslandi eða það nái meiri hluta á alþingi flokkar sem bara vilja fara inn í Evrópusambandið og þá bara geta þeir gert það eftir þeirri leið sem eðlileg, líka bara gagnvart sjálfsvirðingu Íslands út af við, að við séum ekki bara einhvern veginn vegna stöðunar innan ríkisstjórnarinnar að nálgast aðildarumsóknar Evrópusambandið með gjörsamlega fáránlegum hætti sem verið að gera núna, sko. Að taka ágreiningin úr ríkisstjórninni, færa hann bara til þjóðarinnar og segja bara leysi þið þetta og komið svo með þetta aftur til okkar. Í staðins að ríkisstjórnin getur komið sér saman þetta þess að hún verður að vera samstæð, sko. En það hefur líka auðvitað verið kert á því að með því að segja nei þá séum við einhvern veginn að loka einhverjum dyrum, sko. En það er ekki fram hvaða dyr það eru. Nei, og erfitt að sjá hverja það ætti að vera, en að minnstakosti fekk ég það skýrt fram í þinginu í umræðum þetta þingmál þegar við vorum að samþykkja það eða samþykkja það ekki við Snorri að fara þessa leið. Þá fengum við það skýrt fram frá stjórnarliðum og Sigmar Guðmundsson sagði það til mjög skýrt þegar ég spurði hann hvort að ef svarið yrði nei, hvort þau myndi bara hætta þessu, hvort það væri vondið þess. Og þá komu þetta svona frekar loðið svar, sko, margt í mörgu og hagsmuni Íslands eru síbreytilegir og þannig að þeir sem eru einmitt eins og Snorri segir óákveðnir, en lýst kannski ekki á þróun í Evrópusambandinu eins og hún vill sjá hvert sambandið er að fara, hvort þeir standi nú við það, til dæmis afregluvæði eins og þeir hafa talað lengi en aldrei gert. Þeir sem vilja kynna sér það betur og bíða og sjá þá einmitt að gera það og hafna auðvitað þessarum aðildarviðræðum. Já, svo er aftur þetta með sko allar að virða þjóðaratkvæðagreiðslu, virða niðurstöðu, þetta er svo mikið brandari sú umræða. Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram, það kemur ákveðin vilji fram þar. Sem er ekki bindandi. Sem er vel að merkja ekki bindandi, en hvað það? Auðvitað er góður bragur á því að fylgja slíkri þjóðaratkvæðagreiðslu, en hvað þýðir það í þessu tilfelli þegar þessi sömu flokkar eru búin að segja að þau muni ekkit endilega ná samningi við Evrópusambandið. Þá er það virða þjóðarviljan eins og Kristrún og Jóhann Páll lýsa að það sé alveg líklegt að það bara náist ekki samningar og þetta bara renn út í sandinn. Eru þau þá að virða þjóðarviljan? Eða hver er þjóðarviljin eða já? Er það bara farið við aðildarviðræðurnar eða er það að ná samningi eða er það að fara í síðari atkvæðagreiðslu? Það er mjög óljóst hversu langt hann á að ná samkvæmt þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Þess vegna er svo mikill brandari þegar þau eru að krefja alla flokka að nálgast málið nákvæmlega eins eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þau munu auðvitað fara í þessar aðildarviðræður
En sko þau eru búin að segja að þau eru ekkert endilega að fara að leggja fram samning og þá ekki bara verið að svífira þjóðaviljan. Hvað verður þá forvitna fólki? Og fólki sem segir að við munum bara ekki geta útkljáð þetta mál fyrir það er búið að afgreiða, kjósa samning. Skilur, hvað verður það fólk? Þá verður þetta bara ennþá í lausulofti og fólk getur ekki talað saman í boðum. Við þurfum að sækja marga endurskoðanir með í frumherja, heyri ég. Ég held það. Ég held að ég er með eitt viðbót að teka út í viðbót af því að við vorum nú að grínast með það fyrir útsendingu, hvort við myndum bara Evrópusambandið að við erum bara hálfnum við þáttina. Já, rétt að byrja að við sjáum það hvernig þessi umræða einhvern veginn er allt líkandi. Það er einhvern veginn fátt annað sem kemst það. Ég meina það er auðvitað mjög bátt ástand í efnahagsmálum til að mynda og það kemst ekkert almennilega á dagskrá því að það er allir svo mikið með huga við þetta, kannski og sólmyrkvan sem er svona algjörlega einstakt fyrirbæri. En ég segi bara að ég kasta enn einu til viðbútar inn í þessa rökslundafæslu og það er bara nei til að fá frið. Ef þið viljið ekki halda áfram þessu þrassum Evrópusambandið út í hið óendanlega næstu vikur, næstu mánuði eins og hefur verið að minnsta kosti í sumar, segið þá bara nei til að fá frið. Já, þetta er mitt það sem ég var að segja við hann, sko, ég var að tala um Gaur þegar ég var að hringja áfram í Ísland og hann eitthvað, ég nenni ekki að ræða þetta og svo skellti ég hefði hægt að segja við hann bara, segðu þá nei, skilur þá, af því að annars er þetta bara, þú veist, annars verður bara annars verður bara 3 til 6 ár til 9 ár, ég meina, Guð veit hvað lengi. Lostum við þetta borðinu. Já, nei, ég meina, það er, þá, ef að þið finnst þessi umræða óbærileg eða mun finnast hún á næstu vikum, þá er nei svarið. Já, heldur betur. Ef hendast í útilegu, eru þið útilegu fólk? Nei, en ég er farin að nálgast þennan tímapunkt þar sem ég verði það útilega manni. Hvernig nálgast maður hann? Ég bara byrjaði að ræða við menn, bara þú veist, hvað eru það að fara með, skilur, ertu að fara í kampernum eða ertu að fara á tjald og af umræðum í sumar þá er fólk svona að gefa sterklega til kynna ef maður er með mörg lítil börn að fara, þú veist, í kamper frekar en einhvers konar að vera með fast land undir fótum, frekar en að vera í tjaldi, segja sumir. Já, þarna væri alveg til, ég held að það væri gaman fyrir börnin. Já, en þú? Ég er alls ekki útileg mannskja og þetta hefur verið bitbein í mínu hjónabandi því að maður minn er alveg upp í tjaldi og svona, með svona einhverjum ferðavögnum en þannig ég hef látið mig hafa það, verið svo málumyndin og ég hef farið í eina útilegu ári alltaf, eða svona reynd að gera bara það. Eina? Já, og alltaf eina nótt sko bara. Og það er mikið átak fyrir mig og það er mikið hlegið heimi á mig sko. Ég er bara, þetta er ekki... Veitir hvað þetta er gaman? Þetta er bara ekki sport fyrir þetta. Mesta eftirsjána mínu fjölskyldu í sumar, við hefum ekkert komist í almenn útilegu sko. Ég er búin að fara í göngu samt sko, ég er búin að fara í göngu í skálan. Ekki tjald. En ert þú ekki með fellihýsi eða eitthvað svoleiðis? Ég er með stórt tjald. Stórt tjald. Fjölskyldutjald, já. Sem bara 30 fermetrar eða eitthvað sko. Já, ég seldi fellihýsi, keypti mér svona stórt tjald og kerru með loki, maður var mjög miðaldra. Og er það betra? Ég fílaði mjög vel. Það fyrir miklu betur okkur í því sko. Já, nei, ég var alveg til í þetta, en svo er líka ræðið mann sem var út á landi, þú veist, að þetta er einhvern veginn svona, ef maður ætlar að gera þetta, þá er maður bara að gera þetta, skilur. Að ég nenni ekki að kaupa með tjald á 30 skall, skilur. Ég myndi frekar vilja kaupa með tjald á 300.000 kall, eins og þetta tjald er örugglega, skilur. Og fara það alla leið, af því að annars ef maður byrjar að fikta við þetta, kaupa eitthvað drasl og það sökkar þetta þegar maður er drasli. Já, það verður allt ömurlegt, sko. En ég er mjög spenntur fyrir þessu og maður fær hann svona skýra tilfinningar í bænum svona á sumrin þegar maður er með börnin kannski og þau eru ekkert, þú veist, það er ekkert menn er ekkert á leikskólu með neitt þannig, skilu, það er maður bara hvað erum við að gera hérna í Reykjavík, það er, við getum vel ekki verið hérna, það er einhvern veginn bærilegra að reka konseptið, sko. En ætlir ekkert að reka því út í þetta? Við erum búin að vera á faraldsfæti, við erum búin að vera út á landi, sko, en ekki í tjaldi, sko, ekki í tjaldi, en ég er tilbúin til þess að prófa þetta næsta sumar, sannlega. Og ég hef oft verið í tjaldi, sko, en bara svona að fara með fjöluna, það er annars skrif. Já, það er annar pakki, ég skal viðurkenna það. Gótt að kíkja í Ellingsinn og sækja sér allar vörurnar þar, allt sem þarf í þetta. Útilegu búnaðinn, fötin og allt þetta dót. Síðast ég var í tjaldi, þá var ég að vakna í tjaldi á Lunga, árið 2021, mikil sól og ég held í alveg að ég var í dega. Þú veist, bara vakna mjög þunnur sko. Og ég hef ekki verið að vakna þunn í tjaldi en bara það er alltaf þegar maður vakna í tjaldi sólin byrja á skíninni í tjaldi og hita allt upp maður er annarkvort heitt eða kalt sko. Já, en það er samt svo kósí þegar það er smá kalt og maður er í svefnpokanum og allir þessir. Þið hafa vantilega að fara á einhver ættamót og svona verið einhvers staðar, þú veist, í tjaldi eða svona tjaldstæði og þú veist. Ég hef farið þrælum mig gegnum þessar útilegu með börnum mín bara og þá situr maður og ræðir hlutina og svona, þú veist, það er gott að kveikja kannski í eld eða fá sér eitthvað gott eða kalt að drekka og hérna sitja og ræða málinn eftir kvöldi. Já. Og ef við setjumst það í útileguna, hvað þurfum við að ræða sem við erum ekki að ræða? Við erum bara að ræða svo mikið í dag. Stóru málin maður. Dilja, hvað ert þú með?
Ég með sko lítið af því að ég hafði einhvern veginn gert ráð fyrir því líka að við myndum tæma umræðum sólmyrkvan. Við erum ekkert búin að tala mikið sólmyrkvan sko. Alltaf að dýfka En það er að dýfka sólmyrkva. umræðum sólmyrkvan á sko, ég með 2 take. Í fyrsta lagi, þá rakst ég á svo skemmtilegan status hjá Andra Snæ Magnússyni og ég veit ekki hvort að þið voru búin að sjá Ég held ég var ekki staðan. var að segja sko að það var allir svo óbúslega uppteknir af sólmyrkvanum. Mest Andri Snær og svo oft komast skemmtilega orði og oft svo gaman samar ábendingar. Allir svo uppteknir af sólmyrkvanum að þeir fóru algjörlega mis við alsólina. Ég held að það var kallað það. Þess að það var sól allt landið. Og það gerist bara nokkura aldafresti sko. Það er bara miklu sjálfgerðar fyrir bara á Íslandi heldur en nokkuð tíma sólmyrkvi. Þeir að leita statusum og þetta er eitthvað fanpage, þið verða að fara á Facebook hans. Afsaki, ég er bara, já. Og hvað er alsól, segir þú? Alsól, það er bara að sjáuði myndina sko. Það er bara mjög sjálfgeft fyrir bara á Íslandi. Já, var allstaðar á landinu, já. Þetta er alsól. Já. Þetta var sem ég gott sko. Já. Það var allir sveitur með almyrkvanum. En er það ekki þegar maður er að gera svona upp sumari, var þetta ekki rúmst gott sumar? Í veðri? Var þetta ekki hræður sumar? Ég fór á versta tímabilið. Já, ég líka og kom heim með sólina með mér og nú er aftur komið sól. Og ég hef aldrei séð menn lengra niðri en þegar ég kom heim. Það sama hjá mér. Ég var búin að vera í Gríklandi. Já, gott að þér að koma heim frá Gríklandi, bara sólbútt og sætur og segja hvað er þetta bara gott sumar. Ég kom frá Gríklandi og var bara búin að vera í 36 gráðum bara ón í sjónum, bara í sældalífi og kom heim og ég var bara hræddur að mæta. Ég vildi ekki fara að ræða málin, ég bara svona, já, bara gaman að sjá því, fela brúnkuna og menn hafa svo mikil drungi yfir mönnum, þeir voru búin að vera bara í rigningu í 2 vikur sko og ég þurfti að verða svolítið svona sensitífur gagnvart þessu og byrja að bera virðingu fyrir fólki eftir að koma heim. Það ljómar eins og þú, Snorri, sensitífur, að bera virðingu fyrir fólki. Taka tillit til aðstæðna. Já, það er ótrúlega tillitsamur. Hugsa hlutin alltaf enda á en ég byrja að tala. En ég ætla að koma með hitt sólmyrkva kommentið mitt og það var, ég rekst á einhverju auglýsingu eða einhverju var að posta í varningurinn sólmyrkva pilsur frá SS. Og mér fannst það svo skemmtilegt að því að ég upplifði það alltaf að Íslendingar séu svo mikið stemningsfólk og við vorum alltaf rænt gleðinni sem að fylgir og stemmingunni sem að fylgir Eurovision til dæmis og það er mjög mikið missir fyrir íslensku þjóðina því við erum svo mikið stemningsfólk þannig að við hámörkuðum svo mikið sólmyrkva fannst mér og þetta fannst mér vera svona svarta sólmyrkva pilsur. Getið þið séð út, ég verð að lesa hvað er í þessu. Já, litaður með smokkfiskbleki, kryddaður með chili, lauk, pipar og hvítlauk. Sólmyrkva pilsur. Já, ég elska svona flotta pilsur og ég elska SS, þannig að bara þetta, er þetta ennþá, er þetta koma útsölu núna? Ég er hrifin af svona stemningsvörum, ég er algjör sökka fyrir svona. Já, þessu svo sáum við súkkulaði og það var alls konar sko, allir að hoppa á þennan vagn og ég er hrifin. Sólmyrkvin, já. Samanlega, það sem ég upplýði svona fallega við sólmyrkvan var bara ég fór út á Æsu í Vesturbænum og það voru bara allir hérna, bara ótrúlega mikið fólki úr hverjum og ég hugsaði einhvern veginn, mikið væri fallegt ef að einhvern veginn það væri einhverju reglulega viðburður sem drægi einhvern veginn alla í hverfinu út á Æsu, það er bara einhvern veginn, það gerist í brennunni, skilur. Er ekki bara 13. brennunni? Jú, það er bara brennunni, skilur, en samt ekki þessu líkt, sko, það voru bara einhvern veginn allir mættir, það var bara svona hreint og klárt og fallegt loft, rosalega rólegt yfir og þetta var svona alveg mjög svona hlýleg samvera með Vesturbæingum. Þið þurfum bara að vera með brekkusöng. Ég sá að Regína Ósk er farin að vera með álega brekkusöng, bara einhvers staðar fyrir utan heimilsitt í Kópavogi og það er bara farin að mæta sko einhverju þúsundir alltaf. Já. Þetta er bara gullið fyrir því Snorri. Það kemur ekkert í staðinn fyrir svona fjöldafundi. En internetið tekur mikið af þessu frá okkur, sko, að hitta mann og annan, sko. Þannig að þetta er góð tenging. Þess að þau verðum með hana viðbur í Háskólabíó í 2008. Það sem maður heiti mann. Þjóðfundin. Og besta tíma. Og ég geti meira þess að tekið tengingu yfir í það sem ég myndi segja ef ég væri í þessar útilegu með þér að tala hvað við tölum ekki nóg mikið og það er og kannski tölverið alveg frekar mikið það en ég er allan svolítið upptekinn af þessi dagana það er gerfugreindir og framþróun gerfugrindar og hvernig þetta er að ryðjast inn í líf okkar hefur margvísleg mjög spennandi og jákvæð áhrif sem ég er mjög spenntur fyrir, ævintýralega spenntur fyrir gerir vinnunamanns svona bara meira áhugaverðari samt á er margt mjög svona varasamt líka við það hvernig ég verið að nota gerfugrind og ég hef og svo leys maður fréttur og ég var alltaf svona ég hef tekið kafla í lífinu það sem ég mikill svona það talaði um að vera AI doomer þú veist það sem bara er mjög svartsýtt gagnvart gerfugrindinni og mögulegum katastrófiskum afleiðingum og svo næsta dag er maður svona hröðuna sinni og vill bara sjá þróunina verða bara eins hraðu getum og sjá bara allt breytast út af þessu og ég smá svona þessa dagana er ég svolítið í dúmernum mínum einhvern veginn, ekki bara að maður lesi þessar fréttir af gerfugrindar módelum sem
sleppa og fara að hakka sig inn í einhver kerfi sem þau eigi ekki að vera að gera í raun og veru fara á einhvern nátt að miskilja skipanir sem þeim eru gefnar eins að það eru svona nokkur próf eða svona klassiska spurningar í gervigreind, þú veist, ég meina, ef þú segir módelinu að búa til eins margar bréfaklemmur og hún getur, þú veist, þá þarf hún að hafa mörk ef hún hefur mikla hæfileika í því hversu langt hún gengur í að búa til þessar bréfaklemmur, þú veist, ef hún ætlar að búa til bréfaklemmur og það er alveg samátt hún dreipir fullt af fólki í leiðinni, þú veist, þú ætlar að segja henni að, þú veist, ekki drepa henni. Já, gerðu það án þess að drepa eitthvað, skilur. Þannig að þetta er svona áhugaverð spurning bara tæknilega hlið gervigreindarinnar, þú veist, hvaða mörk eru forrituð inn í hana og þegar þróunin er svo hröð, þá eru bara mjög háværar raddir líka frá starfsmönnum gervigreindar stofnanana allra, sko, bara að það sé alltaf eitthvað svona bara hella að gerast, sko. Og þetta höfum verið að heyra þessa fréttir mjög lengi, sko. Þannig að það er einhliðin á þessu en hér er bara áhyggjur af mannlegri hugsun sko. Ég sá að þú neitaðir að svara greinum daginn eða neitaðir að svara þræði sem var auðvitað skrifar að gera grein. Já, þá fór ég, þú veist, ég fekk mig full sattan daginn og fór aðeins að vera svona kvikindislegur við hann kall í Evrópurhreyfingunni Halldór Jörgen. Já, ég þurfti að setja honum mörk líka. Ég ver ekki tímana mínum í að rífast við gervigreind, sko. Nei, og ég sagði bara, ég ætla ekki að svara grein sem enginn nefnt að skrifa, sko, en þetta er bara brot af því flóði af sora sem er ýtt í andlitið á manni þegar maður opna netið og ég hef nú frá upphafi þóst vera tiltölulega næmur á stílbröðin, þannig að ég geti svona ágætlega greint á milli hvenær ég er að lesa textana eftir mannesku og ekki. Og ég held að maður sé svona meir og minna ennþá tiltölulega óbrigðull, það eru bara svona ákveðnir taktar sem eru mjög augljósir, alls konar orðalagsklisjur, alls konar uppbygging sem svona strax gefur vísbendingum gervigreindarnotkun. Guð veit hvort að þetta muni breytast síðan, skilur, og þau geti skrifað miklu mannlegri texta, hann er alltaf orðið miklu betri. En þetta sko, aðalega bara unga kynslóðin eins og ég hef skrifað sko, að menntakerfið á tímum gervigreindar verður á einhvern hátt að sko taka menn bara í að því að sko ef við lítum bara á sögu menntunar á Vesturlöndum þá var hún sko í mörg hundur ár að miklu leyti, vegna þess að kannski tæknibreytingar voru ekkert kannski endilega gífurlegar, þá var hún bara í mörg hundur ár mjög svipið, þú bara last bækur, sást hvað þú skildir, skrifaði ritgerð, fórst aftur að lesa bókina, fórst í próf, þetta var bara, við vorum bara að vinna með það sama, skilu, þannig að þegar ég var í menntaskóla þá var ég bara að læra það sama og var lært í þeim menntaskóla að breyttu breytanda og 200 árum fyrr í vissum skilningi, við varum að læra latínu eða íslensk fræði eða eitthvað slíkt. En síðan kemur þetta og bara, þú veist, þá bara eins og við förum aftur á bak, af því að ungmenni læra ekki að skrifa, af því að þú bara þarft aldrei að ganga í gegnum þá eldraun sem það er að verða fær að skrifa. Og læra að vinna með texta. Og að læra að vinna með texta. Og það er ungt fólk sem vil til dæmis líka bara verða betur máli farið og þú veist, ég hef alltaf sagt að fólk bara eina leiðin til þess er bara að skrifa, sko. Þannig að þá byrjar heiliðin að vera vanur því að mynda setningar sem hljóma eins og ritmál og þar með svona eins og formlegra mál og svo framvegis. En það sem ég heyri bara innan á menntakerfi er bara að menn eru bara að fleygja sinni gervigreindina augljóslega, vegna þess að þetta er bara lögmál minnstu áreynslu sem ríkir, sem er bara gildir bara allstaðar allt sem við gerum. Augljóslega er þetta tilhneigingi, þannig að við þurfum bara í okkar mannlegu kerfum, hugsa ég, í menntakerfinu að búa bara til að reisa bara rammar skorður við þessu og segja bara, hérna tökum við bara 3 klukkutíma sem að enginn kemur nálægt tæki hérna, sko. Þið bara snertið ekki hana svartakaldur, það er bara bók hérna og svo er það bara þú, einn með guði, með bláa penna og þú ert bara að skrifa og þú bara kemst ekki út úr því. Þetta er eina leiðin til þess að mínum mati, ég held að þetta sé kjarnar hlutverk menntakerfisins að koma þér svona ágætlega færum út að bara koma hugsunni í orð, sko. En segjum að, þú veist, bara ég gefum okkur bara við svona sammála, þú veist, ég er í grunni sammála en þú bara segjum að, þú veist, að það sé samstæð þetta viðhorf. Náum við að innleiða, eða náum við að innleiða ekki rétt orðið, þú veist, að viðhalda þessu eða, þú veist, að passa upp á þetta? Já, að halda þessu streitu, sko. Þarna, nei, það er alls ekkert eitthvað sem maður er bjartsýnn eða staðfestir, sko. Ég held að maður þurfi bara að reyna allavega að auka meðvitund þetta og segja við ungt fólk að, sko, þú getur auðvitað nota gervigreind líka til að afla þér sko, fanga, sko. Auðvitað við eru að þér upplýsingum, nota gervigreind til þess að lesa í gegnum eitthvað fyrir þig og koma með eitthvað rétta punkta, lesa yfir hlutina fyrir þig og auðvitað er fólk, nú þegar allir farnir að nota þetta einhverju skilningi í þessu hlutverki, sko. En sú athöfn að búa til setningarnar, ég myndi mæla með því að hún sé sem allra mest í þínum höndum. Í fyrsta lagi, þú ert ekki að plata neitt. Það sjá þetta allir. Skilur, þú ert ekki að plata neitt, þú ert ekki allt í einu byrjað að skrifa
snildar struktúrera 700 ára greinar uppfullar af þekkingu eitthvað sem þú veist ekki neitt það sjá allir gegnum þetta og í öðru lagi, það mun enginn nenn að hlusta þig ef þú gera þetta. Ég er bara hætt að hlusta. Ef ég sé að fólki, ég er bara, ok, allan það sem þú skrifar, ég get kannski hlustað að þú tala, en ég nenn ekki að skrifa, en að lesa drastlið. Ég fannst þú orðið þetta mjög vel daginn, þú sagðist ekki nenn að skrifa grein sem enginn ætti að skrifa. Svara grein sem enginn ætti að skrifa. Já, það er málið, sko. Þannig að það eru margir ángar gervigreindina sem við þurfum kannski að ræða, af því að þetta er, raunverulega þessi Evrópusambandsumræða er bara vel skrifar grein, vel svarar grein. Erum við bættari, skilurðu, til hvers var farað af stað. Og ég held að Vísir ætti, ég veit ekki hvernig þeir ætla að fara að því, sko. En einhver, ég bara byrja einhvern að, stoppa þetta, sko. Ekki, stoppa þetta er náttúrulega algjörlega, þá er alltaf fljótt, það var alltaf stutt í svona ásökunum að vera bara eins og lútítarnir á 17. öld sem að vildu brjóta vefnaðartækin, skilurðu? Já, en það er einmitt ekki að fara að gera, sko. Nei, þetta er þróun sem verður ekki stöðuð, sko. Menn þurfa kannski að verða menn þurfa að vera raunsægir, menn þurfa samt en samt er svona tónn í alveg ábyrgum yfirvöldum allan heim, maður heyrir alveg slegin ákveðin tón að svona einhvern veginn framþróun gervigreinda verða að vera ábyrg og svo framvegis. Það tala margir svona. Tala margir innan Evrópusambandsins svona, tala margir í Bandaríkjunum svona. Það tala margir svona. Ég veit bara ekki hvað þetta endar eða hvort að menn muni einhvern veginn og ég meina, og hvernig myndi það líta út að koma böndum á gervigreind, hvernig myndi það líta út? Ég hef ekki hugmynd, En þetta er umhugsunarefni. Heldur betur. Algjörlega, það finnur að síga seturhundin á okkur. Þetta var með svo góð útilega. Heldur betur. Gervigreindin útilega, ég held að þetta myndi alveg vera gott. Þetta getur umræðefnum telsvæðinu. Já. Heldur betur. Nei, menn sumir segja bara alla leið, skilur. Með við borðum sólmyrkva pilsur. Já, algjörlega. Að ferðagrilli frá merkinu þínu. Eru þið með ferðagrilli? Já. Bæði kóla og gas. Þannig að það var einnig að, já, svo er þetta að stoppa Hótel Akureyri á leiðinni heim. Frábært hótel. Ef fólk vil ekki í útilegunni. Fallegt bygging. Gist þar? Já, ég gist það nokkur sinnum og ég vil miklu frekar vera þar enn í tjaldi. Já. Bara svo margt gott við þetta hótel. Ég er ekkert að dæma yfir því. Nei, þú þekkir þetta. Já. Og eitt af mörgu góðu ég sé myndina bara núna, það er morgumaturinn. Þetta er besti morgumatur landsins. Já. Það er á Hótel Akureyri. Frábært að vera þarna. Tekur þú vel á því hótelmorgumat? Klárar þau? Er það pulsurnar eða hvað það er? Ég borða alltaf morgumat, sko. Nei, ég er náttúrulega mjög pikki, sko. En ég er svona eggja, brauð, manneskja, bacon og kambertóstar. Ég borða ekkert alltaf morgumat, en þegar ég er á hóteli, þá finnst mér þurfa að borða morgumat. Ég meina, það er frummaðurinn í mér bara, heyrðu, þú ert með byrðir af mat fyrir rammi, ég er að fara út í náttúruna eða þetta, ég veit ekki hverju ég mun sjá mat aftur. Ég er bara að fara að skopla eggi og bacon á diskinn, sko. Já, ég er samanlega, maður klára sig alveg og bara líður mjög illa eftir þetta í 2-3 tíma. Herðu, ég baði að finna bók eða bíómynd til að mæla með. Við sætum nú í lobbyinu á Hótel Akureyri og fengjum okkur eitthvað gott að drekka og læsum góða bók, eða bara herbergi að lesa bók eða horfa bíómynd. Þú byrjaði til að Já, ég get byrjað, sko. Það er gaman að segja frá því að ég hefði mælt með sömu bóku Stefán Einar mælti með síðan sem er Hvalamorð. Já. Og eftir Óskar Magnússon. Já, og ég er hann er frábær rithöfundur og hann er svo sérstaklega skemmtilegan stíl. Hvort sem hann er að skrifa smásögur eða gamansögur eða einmitt spennusögur. Þannig að ég hefði mælt með henni en það er búið að því. Þannig ég ætla að mæla með bók sem ég las í sumarfríinu sem er eftir Einar Kárason og heitir Norðurljós. Ég held hún skrifið kringum 2000, ég hafði ekki lesað hann áður og ég hef núna undanfara verið að kaupa gamlar sögur eftir Einar Kárason. Hann er mínum uppáhaldsrithöfundum, frábær rithöfundum og ég las þessa bók, hún er bara stutt og góð og ég var einmitt að lána pappana, hann ætlar að taka hann með sér á heilsuæli Hveragerði og hún fjallar svona uppvasta sögu manns sem heitir Svartur á 18. öld á Íslandi og hún er ég bara mæli með þessari bók en þegar ég er að lesa bækur frá þessum sem að ég gerst þessum tíma þetta er skáldsaga, hún er mjög söguleg hann er mjög lungin við það hann Einar að það bara stingum mann alltaf mikið þegar maður er að lesa þetta 18. öldin en maður er komin í 19. jafnvel hann er byrjun 20. aldari kringum árið 1900 hvað Íslendingar hafðu það skýtt hvað við höfum gert undraverðar hluti á skömmum tíma og hvað einhvern veginn framkvæman var ömuleg frá dönskum embættismönnum sem þó þetta voru Íslendingar og hvað hefur breytt öllu fyrir okkur að komast undan erlendum yfirráðum það hefur bara gert gæfumuninn fyrir Ísland Þetta er svo stutt síðan sko. Já, þetta er svo stutt síðan ég veit að Einar Kárason skrifaði þetta ekki þeim tilgangi enda mikill ESB-sinni
En þetta vekur mig alltaf til umhugsunar og ég mæli heilsögum Já. þessari bók. Ég tek undir það. Þetta hljóma vel, átendöldin, það var engin EES-samningur. Og hún gerist svona milli eimdatímbili. Þetta var myrkvöld á Íslandi en ég mæli með henni. Já, menn tóruðu hérna sem betur fer. Já, ég þarna gæti mælt með einmitt að því að Diljá nefnir þetta atriði, þá lauma ég inn meðmælum áður en ég mæli raunverulega með bók með ævisögu Hannesar Hafstein eftir Kristján Albertsson sem ég búin að vera að lesa í sumar. Ég elskaði stormur eða? Nei, þetta eftir Kristján Albertsson. Þetta saga sem kemur 1963. Þetta ekki svo sem hann skrifar Guðjón Friðriksson. Já. Líklega svo sem Guðjón Friðriksson skrifar eilítið svona nákvæmari út frá nútímalegum sagnfræðilegum vinnubröðum, ef svo má segja. En stemningin í þessari óviðjafnanleg og stíllinn hjá Kristján Albertssoni ótrúlegur og þarna fer hann yfir þetta umbrotaskeið í sögu þjóðarinnar, einmitt, öndverða 20. öld þegar menn fara að eygja möguleika á aukinni sjálfstjórn Íslendinga og Hannes Hafstein lék lykilhlutverk í því og var svolítið sérstætt að lesa eins að hann var bara eitthvað svo algjörlega einstakur og allir sem nokkuð mann hitt hann, hvort sem var Íslendingar eða útlendingar, töluðu bara sjarma hans og krafta og getu og einhvern veginn trausti sem hann var sýnt þó að hann reyndar lendi alltaf í ótrúlega miklum hremmingum í pólitík líka. En mæli með þessu og einmitt þessu augnabliki í byrjun 20. aldar þegar við verðum náttúrulega líka að skoða sjálfstæðisbaráttuna í ljósi þess hvað við Íslendingar vorum farnir að geta. Þannig að við gátum í raun og veru aldrei farið að ætlast til neins sjálfstæðis eða sjálfstjórnar fyrir við vorum farin að líkjast einhvers konar sjálfstæðu samfélag og það var bara með togar og útgerðinni í raun og veru og þessari atvinnuváttabyltingu sem var þarna bara út frá tæknilegum forsendum í upphafi 20. aldar. Þannig að maður sér þetta samhengi á milli þess sem það að gerast, að það verða til alvöru peningar til þess að reka samfélag og þess að menn sjá bara, þá er bara einfaldara að við gerum það sjálf, sko. Þannig að þessu skrítið þegar við erum komið alla tæknilega forsendur að við séum að tala um eitthvað annað, en þá kem ég að bókinni sem það vel með. Að lauma þinn 2 mánuði. Já, það er gott, þetta er mjög gott. Og það bókin Dúlla eftir hana Kristínu Svövu Tómasdóttur sem bók Jóhönnu Knudsen sem hefur verið lýst sem verstu manneskju Íslandssögunnar. Einhvers konar íslenska Hitler eða hvað sem það það var svona einhvern spjallþræði sem þessi höfundur lýsti að þessi Jóhanna Knudsen hefur fengið þessa stöðu af því að hún var sem sagt í ástandinu þá var hún ábyrgðarmaður fyrir búðum fyrir stúlkur sem lentu í einhverjum svona að því fólki þótti ósiðsamlegum samskiptum við hermenn setuliðsins. Hvort sem það var þá Breta eða síðar Bandaríkjamanna, í raun og veru Bandaríkjamanna. Yngri hlustendur upplýsingar þá ástæð þess þegar íslenskar konur voru í sambandsskiptu við breska og bandaríska hermenn. Já, breska og bandaríska og þetta var mikið siðferðis vandamál að mati mjög margra Íslendinga og þetta voru íslenska karlmanna, já. Já, en það sem áhugavert við þessa bók hins vegar að þetta auðvitað í sögulegri vitund kannski okkar svona almennt á Íslandi ofta rætt viðbrögðin við ástandinu sem svona einmitt kallrembulegum og svona mjög gamaldags og úr sér gengnum og að hluta til sannarlega voru tímarnir sannarlega aðrir og siðferðismatið allt annað og orðræðan allt önnur og enga veginn það sem við erum að venjast núna þegar hvernig við nálgum samskiptin og tölum það. En það sem áhugavert við þessa bók Dúllu, Jóhönnu Knudsen sem vann fyrir lögregluna við það sem mætti kalla í vissum skilningi bara ákveðið siðgæðis eftirlit að afla upplýsinga Íslendinga og þeirra samskipti við setuliðið, Bretana og síðan Bandaríkjamennina að það sem mér finnst kannski áhugavert að átta mig á þarna í þessu að það hefur verið máluð upp svolítið svört mynd af þessari konu sem þessari og Hallgrímur Helgason skrifaði nýlega grein mjög heimskulega grein eins og hans von og vísa að nokkrir íslenski pólitískir einstaklingar þar á meðal ég værum svona einhvern veginn það mætti draga hliðstæðum milli okkar og Dúllu af því að við værum einhvern veginn að verja þjóðina frá illum útlendingum hún var náttúrulega að gera það í sínu samhengi og einhvern veginn reynir að líka því við okkur en hvað það? Það bara þess sem að maður fær áhuga því að skoða hver rótin að því sem við erum að tala hérna að þetta voru samskipti líka 13-16 ára stúlkna við setulið sem íslensk stjórnvöld gátu ekki komið lögum yfir. Og það bara gerðist margt mjög vafasamt í þessum samskiptum. Og ef maður les þennan texta
eins og ég segi, siðferðismatið var annað, tungutakið er annað, nálgunin og viðhorfin eru allt önnur en voru núna. Þá sér maður samt ekki endilega að Jóhanna Knudsen hafi endilega verið drifin áfram af einhverju öðru en ákveðinni umhyggju fyrir þessum stelpum, sko. Þannig að aðferðirnar eru þetta, þú veist, það var stofnar ungmennadómstóll, það eru sérstaka búðir og annað eins, en ég meina, yfirvöld bara höfðingin ráðgagvart, þetta var bara glænýtt ástand. Svo auðvelt að dæma það með, sko, gleraugu nútímans. Og það er það sem mér finnst áhugavert við þessa bók, er að hún er gífulega vel unnin, byggð á heimildum, bréfum frá henni sjálf, hvað hún er að spá með þessu, og svo sömuleiðis hvernig opinbera umræðan var, og opinbera umræðan var kostuleg, þau birtu til skýrslu þar sem við bara gáum í skyn að bara verulegur hluti íslenska kvenna í Reykjavík væri bara hálfpartinn í vændi, sko. Þú veist, þannig að þetta var mikið fár og mikil umræða, en það sem ég veist svona snillingar svo Hallgrímur Helgason enga veginn átt að sjá, sem er þetta magnað því hann vill kalla sig mikið rithöfund, sko, átt að segja ekki á, sko, þegar þú ert að tala þennan tíma, sko, og Jóhanna Knudsen er þetta fjallað til þeim sko, þegar hernámið verður, sko, á Íslandi, það verður hernám, sko, 1940, og við erum búin að vera í sjálfstæðisbaráttu í öll þessi ár og þú veist að skilla hernuminn, sko. Og það er mikil ættjarðarást og mikil þjóðrækni og mikil svona sjálfstæðistilfinningar með Íslendinga að áfallið að verða fyrir hernámi. Auðvitað er það Bretar en ekki Þjóðverjar, þannig að menn, sko, dróðu andan léttari við því. En engu síður auðvitað hernám og þessi stúdía okkar okkar sögu og einhverju skilningi, sko, sjálfsvirðing hersetinnar þjóðar. Það er bara risa spurning og ástandi fléttaðist auðvitað inn í þessa sjálfsvirðinga spurningar, sko. Þannig að þú veist, að afgreiða þetta út frá einhverjum ótrúlega einföldum, svona einhverjum nútíma sjónarmiðum þessi mál, sem er alveg skiljanlegt að menn taki inn í myndina, en að afgreiða hennar karakter og hennar vinnu og hennar störf bara út frá einhverju kynjapólitík nútímans, það er allan alls ekki fullnægjandi til þess að skilja hvað var að gerast þarna, sko. Af því að við erum að átta okkur á því, sko, að breskir hermenn til þess, þeir voru bara, ég man ekki tölunar, ég þori ekki að fara með þeir, en það voru rosalega margir breskir hermenn í Reykjavík með við Reykjavíka. Þetta voru næstu bara, sko, þú veist, 20.000 á móti 20.000. Hvenær kom þessi bók út? Þessi bók kom held ég bara út fyrir jólin, sko. Já. Þannig ég mæli með. Sko, ég hef ekki lesið þessi bók og þekki ekki sögu þessarar konu nógu vel, þannig að ég ætla svona að sitja á mér einhvern veginn að stíga ofast til jarðar, en staldra samt í það, sko, það er mjög gjarnan sem að fólk sem er plagað af stjórnlyndi, það ber fyrir sig umhyggju. Það er svo umhyggjusamt og þú veist, það er einhvern veginn og fær útrás fyrir stjórnlyndi og afskiptasemi og forræðishyggju á þeim grundvelli. Þú veist, það er alltaf eitthvað ótrúlega göfugt markmið. Þannig að bara að hlusta svona þínar útleggingar á hennar karakter en með allum fyrirværum að ég þekki ekki neitt. Nei, ég held að það er gott að ég lesa þessi bók og ég er sannlega sammála þér þessa umkvörtun með umhyggjuna og stjórnlyndið. En hitt er bara svona að vera ekki svona í þessari svart-hvítu einfeldni Hallgríms Helgasonar þegar við skoðum Íslandssöguna. Það er kannski... Guð fór okkur frá því, sko. Hann mætti halda sig við að skrifa bækur. Mætti sannlega gera það, slökk á Facebook og kannski væri þetta bærilegra hjá honum. Kannski líka bara liður hann betur. Já. Þannig að... En fyndið mig gaur eins og hann. Hann er hverginn hættur snarri. Nei, ég er bara til, sko. Fyndið mig gaur eins og hann. Kemur ekki á daginn þegar það verða ríkisstjórnarskipti hjá mönnum eins og honum. Að allan tíman þá voru þeir ekki þessir hreinlyndu, heitrúuðu hugsjónamenn í baráttu fyrir hinu rétta í samfélaginu. Boðbærar mannúðar. Heldur bara samfélgamenn. Já. Hverjum hefði hvern hefði grunað? Þegar samfélkingin var með brottfararstöðuna núna, þá held ég að Hallgrímur hafi einhvern veginn neyðst til að setja eitthvað, sko, því hann er svona örugglega tengdur þeim ágæta armi samfélkingarna sem leti í sér heyra í tengslu við það mál. Þá sagði hann, já, það er erfitt að horfa á mjúka flokkin sinn vera svona harður. Þegar, sko, beittur, sko. Hvað finnst þú þá að Mette? Já, hvað finnst þú að Mette, en líka bara, við vitum hvað þeim hefur þóttum Mette. En líka bara hvað hefði, hvers konar slamljóð hefði birst frá honum í heimildinni ef þetta hefði verið vafki að koma þessum brottvarar. Ég held að það hefði verið bara full on innsetning, sko. Já, þetta hefði verið heimildamynd þar sem hann væri bara að fara með frumsami ljóð sem hefði reyndar verið heimildamynd sem hefði verið þannig vaksin og hún hefði verið tölvöld hættulegri en brottvarar búðina sjálfar fólki. Ég verð bara ekki til að lengja þóttum mikið frekar, sko. Ef að fara aðeins inn á, sem við gerum nú eiginlega aldrei í þessu þætti, ef að fara aðeins inn á heimildina. Ég sá eitt mjög fyndið þar í, heimildina náttúrulega ekki mjög oft fyndin, sko. En það var frétt þar í morgun, við erum að taka upp hér á fimmtudegi. Þetta er aðeins neðar,
það einhvers staðar frétt það að þetta evrópska skip sem að, þarna. Já, staðrindavaktin. Já. Staðrindavakt. Það er alltaf staðrindavakt í svona mjög tilteknum málum. Þetta er svolítið fyndið, sko. Þarna, þú veist, það er eitthvað stuttarsagan svo fyrir þá sem er að hlusta, að það er sem sagt, var hér statt í Reykjavíkurhöfn, þetta eftirlitsskip frá Evrópusambandinu og á því stendur EU Fishery Inspection, bara eftirlitsskip og svona. Og ég sá að Sigmundur Davíð og einhver fleiri settu mynd af þessu skipin á Twitter og svo bara, þeir eru komnir, þú veist, nú er þetta byrjað. Öðru sé bara einhver svona gamansömmu tón, sko. Þetta er heimildinum með staðrindavaktina. Líka, þú veist, Eyðileggur allt grín. Við ætlum að drepa þennan brandara í fæðingu. Það er aldrei kveikt á staðrindavaktinni hjá aðilum, heimildin eða RÚV. Hér er búið að bullum eitthvað mjólkurverð og það er búið að bullum að sænska krónur. Ég sé að fyrsta setningin er að viðkomandi hafa velt fyrir sig hvort þetta væri gervigreind. Ég get ímyndið með margt annað sem maður hefði velta fyrir sig hvort þetta væri gervigreind, sko, undanfarið. Það er búið að fella þetta einhver galin færslu eitthvað mjólkurverð, sænska krónuna, alls konar upplýsingar vexti og verðbók allt þetta. Svo sem við Davíð eitthvað grínast með eitthvað euroskip, mætir heimildin með staðrindavakt. Nei, þau líka greinlega, þau verðast að hafa heyrt í fiskistofum menn tóku símtalið. Bara allaleið, sko. Já, staðrindavaktin er mjög svona, hún er bara svona stundum mönnun í staðrindavaktinu, ekki alltaf. Maður sá þetta á Kjartan líka svona tíma. Getur maður sendið ábendingar fyrir staðrindavaktina? Nei, þau taka ekki ábendingum. Nei, það virkar ekki þannig. Ég ætla að reyna það samt. Það þarf að standast mjög skýr skilyrði til að koma staðið í staðrindavaktina. Þú sagðir staðrindavaktinu. heimildina, bara ég hlóa þessi morgun bara kveikjum á staðrindavaktinu núna þegar að Sigmundur Davíð er bara eitthvað að fíblast. Sigmundur Davíð skrifaði mér þess að þeir ættu nú að fellum góða færslu Sigmundar Davíðs sjávarútvegsmálin og Ísland. Það var mjög góð yfirferð hjá Sigmundi. Já, sem að birti fyrir helgi þegar ekki. Já, mjög góð yfirferð og góð lýsing á því hvað menn eru raun og vera að spila með svona aðild, sko. Bara algjört grundvallamál fyrir Íslendinga. Víkingur Heiðar Ólafsson retweetaði því, sagði sammála. Já, hann er alveg Hann gæti lent í staðrindavaktinni. Rétt staður, já, hann lendir Víkingur Heiðar. píanisti lendir í staðrindavakt. Hver er lendið því? Það er þetta heimildin að lera þessi. Herði, ég var endið á hraðaspurningum frá gestum Kringlur Grávarinnar sem að ég sagði að þið verið að koma, gekkum að borða þar og ónáðaði gesti og sagði hverju gestir hér í dag eru þau. Frábær staður. Það komið margar spurningar. Okay. Mismálefnalegar, misgóðar, misskemmtilegar, en það er bara svo lífið sjálft þér. En fáum við ekki svona frípass eins og Þorgerður Katrín fekk í Chess After Dark að sleppa hraðaspurningum eftir lokin? Nei. Það er bara fyrir utanríkisráðherra. Þetta er gagnrýni fjölmiðlun hérna. Já, þetta er, þú veist. Já, það var nefnda konan sem spurði þessu. Hún spurði bara, tekur Snorri þriðjuvaktina? Já, heyrðu. Og ég hringi í Nadine eða... Ég svara þessu. Þriðjavaktin, að sjálfsögðu teki hana mjög alvarlega. En veit þessi kona hver fjórðavaktin er? Það er þjóðaröryggi. Já. Þetta er það sem ég var að reyna að segja ykkur náðan. Já. Þetta er gleymist, þjóðaröryggi, það er fjórðavaktin sem ég er alltaf á. Þess vegna er þið svona skítlilegir heima hjá okkur að þið er svo plæjaðar að þjóðaröryggismálum. Notar þetta heima eða? Nei, ég held að Nadine hefði ekki gaman að þessu. Nei, ég get ekki að setja í þjóðaröryggi núna, ég er að sinna þjóðaröryggi. Ég er að hugsa um öryggismál. Þessi þvottarhúa þarf bara að bíða þetta, sko. Þú veist, það er eitthvað að gerast í heimsmálum, monitor the situation. Ég bara verða þess að fylgjast með. Nei. Ég er að fara þátt á morgun, það er undirbúið mér. Þið verðum að spyrja Nadine um þetta. Ég held að hún myndi ekkert kvarta undan mínu framlagi til heimilisins. Ég trúi þér. Ég er mjög liðtækur og mikill fjölskyldumaður. Beint aftur í andlitið. Ég er náttúrulega ofurkonu, sko. Ég er duglegur að þú veist setja uppþvottavél og svona dót, sko. Án þess að vera beðin. Já, algjörlega. Já, ég algjörlega, ég sammála þessu. En ég ásamt líka ofurkonu og hún er gjörsamlega ótrúlega. Og ég er ofurkona, sko. Þú ert ofurkona. Þarna, en gæti maður verið betri? Vafalaust. En ég grilla, alltaf. Það er alltaf svigrúm til bætinga. Er það 5. vaktin? Já. Nei, sko þessi þriðja vakt... Ekki það er efitur, það var ekki... Nei, þessi þriðja vaktin var miskilin, sko. Þriðja vaktin snýst bara hérna huglægu byrði, sko. Fyrsta vaktin er held í vinnan, önnur vaktin er að sjá börnin, þriðja vaktin er, þú veist, að hugsa allt. Já. Páttur. Já. Fjóra vaktin, þú hefur verið að hlusta á Steinar Mark, Þorsteinn Vaf. Ég fylgist með því nýjasta í kynjafræðinni, alltaf. Já, ég heyri það. Og bara, ég er alltaf að læra eitthvað nýtt. Fræðsla. Ég er bara fræðsla, þú kemur fræðslu fyrir mig og ég mun. Já, ég dáist að þessu viðhorfi. Það var eitt sem spurði, hvernig fagnaði Dilja mist afnámi jafnlaunavottunar? Það var skála fyrir þessu hjá okkur í Sjálfstæðisflokknum. Alveg sannlega. Já. Ég var búin að, og það er náttúrulega ekki búið að afnæma hann alveg, sko. Svo það er sagt, þetta var áfangasigur. Við vorum með breytingatillögu að ganga lengra því að þá kom að fót svona aðeins nýrra og léttara kerfi. Við vildum bara að það er gert valkvætt.
þannig að ég er ekkert hætt fólk hættir ekki að heyra á þessu. Það var eitt sem spurði sessunandi þess að spurði sko hvort þú myndir leggja jafn miklu orku að leggja niður í fjölmiðlanefnd. Nú gefst það minnst að kosti rými. Já. Sko það er ekki bara þetta mál. Svo var Rósa Guðbjörns, hún var enda bara að leggja það til einhvers staðar í þinginu. Hún var ekki komið leggja niður fjölmiðlanefnd. Já, hún var ekki komið formúla til en hún bara leggja það til í. En nú erum við náttúrulega með ráðherra sem er að gera hana spillisari, þannig að hún er svona að veita því helsta sem hann hlustar á aðeins Ég ætla að mótmæla þessu. Nú? Logi, þetta er vísu Loga. Jú. Já, hann er búin að segja þetta. Já. Hann er ekki búin að gera þetta. Er ekki búin að gera þetta? Nei, ég er full að trúa hann. Ég held að hann hefði bara sagt þetta til að halda hlaðvörpunum góðum fram yfir þjóðarverkefnislega. Ég hef full að trúa Loga þessum efnum og ég mun handrukka hann þetta. Já, ok, ég tristi því og gera það. Hann er meira sem þú ert vinsamlega við Loga. Hann er reyndar, hann er... Og ég er þetta hlustar á þjóðamál, þannig að hann heyrir þetta. Og hann hefur nú verið, hefur hann ekki verið gestur hérna? Ekki hérna, nei. Nei, hann hefur komið spörsmál, hann var nýlega í bóklubnu, já, það er rétt. Fjölmiðlanefndin maður, það mætti alveg fleygja þessu út í hafsauga. Já. Sannarlega, þetta er svona einmitt dæmi EES, Evrópusambandsprójekt sem var komið á Var til í síðustu aðaldaviðræðum. Já, dæmi aðlögun og svo bara verður þetta henni eftir, einhverju komið vinnu og þá bara, ég meina, ok, vissulega höfum við ekkert að gera en ef við að verða hugveita TikTok, já, hví ekki? Það er bara í grunninn það sem fjölmiðlanefnd er, og einhver hugveita snjallsímanótkun. Já, nú til mig stundi þið það bæði að, eins og framöfu komið þetta, Diljá, víðum land, eða víðum heim, hvort sem hún er Ítalíu og Íslandi, setur myndbönd á sína samfélagsmiðla, það sem hún er að tjásu menn og málefni. Þú gerir þetta nú líka á þínum miðlum, þú veist, og greinilega þið leggist maður vinnu í þetta og ritstýrið efni eða búið til einhverja... Textum þetta? Þið bara kveiki ekki á símanum byrja að bladra, þið hugsið eitthvað að baka við þetta, treysti ég, og þetta gerir þetta vel. Er þetta fjölmiðlar? Já, nei, það þyrfti kannski að hafa með eitthvað eftirlit. Já, ég meina, eru þið búin að skrá okkur? Nei, þetta er nefnilega, og ég rak lítinn fjölmiðil á sínum tíma og þetta var oft mjög mikið marka tilvik, hvenær er ég fjölmiðil og hvenær ekki. Stendur í þeim? Ég skráði mig bara samskynsamlega. Já, ok. Nefndir ekki bökinu? Nei, ég drull alltaf yfir þau get, sko, ég passa alltaf upp á það, en þetta var, ég meina, þetta er svona skráning, ég meina, maður bara sinnir henni, en aðalatrið mitt er hvað truflar mig, sko, hvað einhvern veginn, það sem kallað á góður íslensku mission creep, sko, menn byrja að búa til auka verkefni hann inni, því það er ekkert að gera, þau hafa ekkert raunulegt hlutverk, sko, það kom aldrei neinn alvöru ágreiningsefni stöðu einhvers fjölmiðils, eða hvað það er, skilur, þú veist, ég meina, kannski að, ég veit það ekki, þetta er alveg gagslust. Ég meina, við vorum með starfsfólk jafnréttisstofu að svara greinum frá mér jafnlaunavottun, sko. Svo er það kerfið býtur frá sér, sko. Þetta fólk bara viðheldur sinni stöðu. Já. Það mun gerast með Loga, sko. Þegar Logi kemur og segir, við ætlum að loka þessu batteri eða breyta einhver hérna, þú veist, hlaðvörpunum undaskilinni eitthvað dót, sko, eins og hann búin að tala í vor, þá mæta starfsmenn fjölmiðlanefndar og faglandsstjórn og segja bara, nei, sko, faglega sé á þetta að vera svona, sko. Þetta er það sem ég var að tala um. Og fara svona að leggja ráðherrann línuna, sko, svo Páll Gunnar gerir reglulega, sko. Já. Þú veist, þannig að þetta mun alveg... Hann er skynsamur, ég hef trúið að hann klára þetta Já, og ég mun fylgja eftir. Ég skal bara trúa því með þér. Næsta spurning, hvort fá maður betri upplýsingar í utanríkismálanefnd eða með að lesa erlenda miðla ESB þróunina? Erlenda miðla. Já. Þú ert utanríkismálanefnd? Ég er í utanríkismálanefnd, já, og það hafa verið sár vonbrigði, auðvitað sérstaklega varðandi þetta Evrópusambandsmál. Það er auðvitað sérstaklega að taka það til. Það er auðvitað margt annað sem er vel gert í utanríkisráðuneytinu og halvu utanríkisráðherra og enda hefur nú lengst að vera, ég var nú sko líka aðstofmaður utanríkisráðherra, þannig ég er svo lengi búin að vera í samskipti við utanríkismálanefnd eða sitja í henni og verið formaður nefndarinnar líka að það hefur verið svo mikið samstæð utanríkismál í utanríkismálanefnd og Alþingi, meira sér þegar við 8 flokkar og það er svolítið breytt núna staða og ég myndi segja að þessi ESB-mál væri svolítið í sérfarfi. Það er verið að halda upplýsingum frá nefndinni, það er ekki verið að upplýsa samninga sem eru gerðir fundir sem eiga sér stað og svo framvegis, verið að halda hlutum beinlínis frá nefndinni og samráðið við utanríkismálanefnd er í algjöru mýflugmynd, myndi ég að segja. Já. Hvað er eitthvað Snorri í bekk? Sko. Það var spurning. Mest hefur það verið 115. En sko bekkur. Þú ætti ekki að vera skilgreina bekk, sko. Þetta er bara spurningu tölu. Nei, ég hann getur aldrei talað stutt, Snorri, það er bara... Hvað er bekkur? Ég er með 600 til 1000 orða sjúkdóm. Þannig að ef ég segi eða skrifa eitthvað þá koma 600 til 1000 orð út. Þannig að þið þurfum bara að vera ritstjórar hérna. En bekkur er ekki bara bekkur og bekkur. Svara þessu spurningu. Nei, ég bara segja, þarna, ef maður fókusir á bekkin, sem ég er alveg hugsa að gera bráðan, bara til þess að djúka þessa tölu upp, skilja, að þetta er mjög lýsandi spurningu þetta.
skilur, ef maður fókusar á bekkin lengi og byrja bara kerfisbundi að taka bekkin, þá getur maður alltaf byggt sér upp í bekknum, skilur. En ef maður fókusar á annar stað, eins og mér til niður í kjallara, í Alþingishúsinu. Gott að þú sagði það. Þá náttúrulega... Ég vita sem vita. Þá þetta er svona crossfit-kendara, skilur. Þetta eru bjöllurnar, uppbyggingarnar, skilur, dífurnar. Þetta er ekki bekkur mikið. En kannski er það eitthvað season. Veistu ekki hvað þú tekið í bekk? Ég hef ekki 115 kíló í bekk. 115? Já. Ég held sko að Alþingismetið sé sko að Stefán Vagn er náttúrulega duðlastur í ræktinni, í bekknum. Mér nokkuð segja að það verið 155 kíló, eitthvað galið sko. Ég peppast við að heyra þetta. Nú bara tökum við bekkin, föstum tökum í svo var. Og næst ekki að minna 130, easy. Áðurinn ég gef ykkur hérna, ég ætla að færa ykkur þetta nammi frá Nova Sirius, gjöf ánið farið. Og þá er sko ein spurningi viðbót, þú veist, er Diljá mist með aðhald á þingmönnum í sumafrínu? Við höfum rétt að ég er á þér að þú er hérna, með aðhald á alls konar þingmönnum, hvort sem þeir biðja það eða ekki. Já. Og hérna, þarf að segja líkamlegt aðgerðu þeirra. Hvernig er þetta yfir sumarið þegar þingið er frí? Já, svarið já. Þannig, og það hefur falist í því að ég er auðvitað að posta myndum úr Alþingisræktinni og svona minna á mig, sko, og bara ég hef tómlegt einna og svona. Og svo er ég líka bara að kommenta á myndir, hvað fólk er að setja inn og borða. Ég hitti Ólaf Adolfsson á viðburði í sumar, alþjóðlegum viðburði. Og lest hann heyra það? Já, hann bara tróði sér 2 eftirréttum og ég þurfti auðvitað að gera athugasemd við það. Þetta er svona, ég hvílist aldrei. Og ég er drifin áfram af náungakærleika. Þetta er náungakærleikur. Herðu, sko, umhyggja eða stjórnlyndi. Varstu ekki að lýsa þessu rétt? Jú. Umhyggja eða stjórnlyndi. En ég fekk gott kristallt uppeldi. Ég get ekki sagt til hvernig fröken Dúlla fekk. Hvað uppeldi hún fekk? Nei, en er þetta ekki ágætt dæmi um að sko umhyggja og stjórnlyndi, þau fara saman, eru ekkert endilega andstæður. Það er þegar Ólafur Adolfsson eða Snorri, einhvers þegar situr að lúðri sem einhverju góðu pasta, bara hafa gott í fríinu, það er einhver skýta skilabóð frá þér það að þetta sé óvald. Og þú segir bara að þetta er þér fyrir bestu að ég segi, það er einhvern veginn... Þetta er jafningastuðningur líka, þú veist, þetta er bara allt í öllu, sko. Já, það er engan hlungaskap yfir sumarið, come on. Nei, þú ert nú duglegur þessu líka, svona jafningastuðningi hérna... Ég er ekkert mikið að vanda fyrir fólki, þú veist, reynir bara að ganga undan með góðu fólk. Það er ránt, hann er mikið að hanga um hann í massa. Já, þú veist, ég veit að þú þolir það, skilur. Ég veið ekkert bara hvert sem er og bara, Nei, það er fólk sem getur tekið. Ólafur Adolfsson, hann getur tekið. Og hann er opinn fyrir konstruktívri aðstoð. Óli og Snorri, þeir glíma við sama vandamál. Ef þeir fara eitthvað að hreyfa sig og lyfta og svona, þá þurfa þeir bara að skipta þú veist, þeir bara að kaupa nýjan fataskáp alltaf. Óli, hann bara, þú veist, hann fer með mér í ræktina í 2 vikur og þá eru bara að passa hann ekki lengur skyrturnar sínar. Nei. Þetta eru, hérna, svona einhverjir tveir supermenn. Ég er mikið svona jójó, skilu, þú veist. Svona þennan daginn. Áttu kannski marga jakka í mörgum stafnum? Já, ég raun og get lifað í ýmsum myndum. Það er svoleiðis? Já, og núna er ég heldur víðum fötum, reyna að vera. Þá ætla ég að upplýsa það að ég er alltaf í sömu staði. Ég er búin að vera sömu staði í áratugi, ég er alltaf bara í sömu staði og það er aðhaldið mitt, sko. Já. Ég á bara, þetta er bara mín fatastærð og ég bara passi hana, ef ég passi ekki lengur í hana, sem gerist alveg, þá er komin tíma breytingar. Já, ég á alveg bestu stærð. Þú veist, og það væri best að vera í bestu stærðinni, skilur, en maður er ekkert alltaf í bestu stærðinni, skilur. Þetta er uppgjöf, segi ég, Snorri, en ok. Nei, sko, besta stærðin er minna þykkur, skilur. Þú veist, þá passa maður í allt. Ok. En ef maður verður óbreiður, þá passa maður ekki hlutina, skilur. Þannig að þetta er, já. Ég ætla að fara að binda enda Við þurfum að taka sérstakann þátt þetta og annað. Þetta lífstíðslaðar sem að þjómar er að verða. Þú nýttu þess að búra súkulega. Já, og sérstaklega súkulega og lakrís, það er best. Já, helgar, þetta verður flott helgina, anda þessu að sér. Og svo að ganga með góðu fordæmi, sko. Það þarf að þrýja bílana, halda bílana á hreinum. Það er leysið líka út með æðislegt. Þetta fyrir beint í hagsmunaskráninguna. Já. Þurfum við að skrá svona hluti? Hvað eru mörgir það? Jáfabref, þetta gildir fyrir hagsmunaskráninguna. Það er held ég fjár takmark, þannig ég held að þetta sleppi, sko. Það sleppur, já. Þetta er skattfrjálst. Þið ætlaði að fara með bílinn, gjafabref frá löðri. Þið keyri bílinn í getum samfélagstöðunar. Við verðum með svo ný. Farið á hreinu bílinn í helgina. Þetta virka betur. Já, og bara manni líður betur. Já, ég er bara einmitt búin að hafa þess í dælna maður, ég elska þetta. Ekki á bílinn, en þú veist. Já. Þetta er kring. Þér líður betur, fjölskyldun líður betur, nágrunnin líður betur. Það er bara mannbætandi að vera á hreinu bíl. Virkilega gott að koma, Gísli, takk fyrir að taka mót okkur. Nei, ekki. Takk fyrir mig. Þú spurður hérna hvort þið er ekki svona klukkutími eða svo. Hvað er þetta Er þetta ekki svolítið þannig? Ég er náttúrulega þaulreyndur podcastari, þannig að ég er hættulegur í þessu. Það er bara tíminn flýgur þegar það er gaman. Ég ætla að þakka búlístrákunum fyrir þeirra góðu framleiðslu hér, þið sem voru að hlusta og þið sem voru að horfa. Góða helgi.